kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál föstudaginn 27. september. Það mörg að taka þennan ágæta föstudaginn. Ég vil byrja þennan þátt á því að benda ykkur á nýjan menningarvef Morgunblaðsins sem að opnaði á miðvikudaginn. Hann staðsettur inn á mbl.is og þar kennir ýmissa grasa. Þar hægt að sækja upplýsingar íslenska menningu vítt og breitt og engin annar viðlíka vettvangur til hér í þessu ágæta land okkar. Menningin auðvitað það sem gerir okkur að þjóð, skilgreinir okkur sem Íslendinga og það verður gaman að fylgjast með blaðamönnum Morgunblaðsins, fylla þennan vef af öflugu efni, dómum leiksýningar, viðtöl og annað af þeim toga. Þetta allt hið besta efni. Við höfum verið að fjalla það í Morgunblaðinu hér síðustu daga hvernig vegasamgöngur í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu að þróast. Við höfum birt myndir frá Höfðabakka. Það ein mynd hér fyrir aftan mig sem sýnir stöðuna þar. Við höfum nefnilega orðið þess áskynja, ekki bara síðustu árin, heldur síðustu 2 áratugi, að allar þær framkvæmdir sem ráðist í miða því að þrengja umferðinni. Svo segja forsvarsmenn borgarinnar og betri samgangna leið að markmiðið sé ekkert að þrengja umferðinni heldur að gera samgöngur betri. Þá að þvinga fólkið inn í borgarlínuna sem þó bólar ekkert á, en í millitíðinni þrengt að umferðinni. Við fengum meira sér upplýsingar það í vikunni að slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var ekki haft með í ráðum þegar ákvörðun var tekin þessa framkvæmdir á Höfðabakka. Þær skipta þó miklu máli því að nærri þessum framkvæmdum, nærri þessari samgönguæð ein mikilvægasta slökkvistöð landsins. Þegar maður skoðar þær framkvæmdir sem ráðist hefur verið í á síðustu árum, meðal annars á Snorrabraut við Grensásveg í Borgartúni og núna þarna á Höfðabakka, veltir maður fyrir sér hvort að þetta hafi ekki áhrif á viðbragðsaðila, sjúkrabíla, lögreglubíla og slökkvibíla. Það liggur í augum uppi að svo og þar með hljótum við að draga þá ályktun að öryggi borgarna sé minna eftir en fyrir. Þetta allt hið ótrúlegasta mál og ég vek athygli á grein hér eftir formann betri samgangna á miðopnu Morgunblaðsins, þar sem segir það ekki markmið borgarlína þrengjað bílaumferð, þvert á móti því með uppbyggingu hágæða almenningssamgangna verður bílaumferð minni en ella. Þeir ætla að taka ákvörðun það fyrir mig og þig, hvort að við tökum strætó inn á svokölluðu borgarlínu eða förum á einkabílnum. Og svo á að fara að reisa risastórt hverfi upp í Keldnalandinu eða Keldnaholti og þar verða nær engin bílastæði og einhvers konar bílastæðahús í 500-700 metra fjarlægð frá íbúðum fólksins. Þið sjáu hvernig veðrið í dag, skyggnist bara út gluggann og ég spyr ykkur, þegar þið komið heim í dag með 2 innkaupapoka og kannski barnið á öxlinni, ætlið þið að fara að labba 500-700 metra í þessu veðri til þess að komast heim til ykkar. Það mun engum heilvita manni þetta í huga að kaupa sér íbúð ótilneyddur í slíku hverfi. En af erlendu vettvangi við birtum hér ansi sláandi frétt á forsíðu Morgunblaðsins í dag, þar sem Mette Frederiksen til umfjöllunar forsætisráðherrann knái í Danmörku. Hún hefur einfaldlega lýst því yfir að Danmörk sé í stríði. Þeir vita reyndar ekki nákvæmlega hver andstæðingurinn en hún bendir á að eini raunverulegi óvinnurinn í Evrópu sé Rússland. Það verða að lama flugsamgöngur í Danmörku kvöld eftir kvöld, jafnvel við herflugvelli með drónaflugi sem ekki fást skýringar á. Þetta hluti af hinum fjölþátta ógnum sem við stöndum frammi fyrir, Danir, Pólverjar, Eistar, Lettar, Litáar, Finnar og Íslendingar. Morgunblaðið leitaði viðbragða hjá þeim sem að fara fyrir öryggisþjónustu og öryggismálum landsins. Dómsmálaráðherrann, utanríkisráðherrann og forsætisráðherrann. Þær vilja hins vegar ekki veita viðtal. Þær vilja ekki upplýsa almenningu það hvaða viðbragða stjórnvöld hér á landi að grípa til í því skyni að verja íslenska hagsmuni og íslenska þjóð. Ég kalla eftir því hér sem fyrst að utanríkisráðherrann gefi færi á viðtali þannig að við getum rætt þessi mál á yfirvegaðan og efnisríkan hátt. Þjóðin á skilið að fá skýr svör við því hvað blasir við á alþjóðasviðinu og mögulega hér á eyjunni okkar góðu. Donald Trump, hann gerði auðvitað líka mikinn usl í vikunni, allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram núna í New York
og þar flutti Donald Trump mikla ræðu, mikinn reiðilestur yfir þjóðum heimsins og fórn mikinn. Ég ætla nú ekki að gera það að sérstöku umtalsefni hér á þessu vettvangi akkurat núna, en ég verða að minnast á tíst eða yfirlýsingu sem hann sendi frá sér. Það sem hann sagði að Úkraína væri loks í færi til þess að endurheimta allt það land sem tapast hefur í stríðinu við Rússa. Þetta mikil stefnubreiting frá því sem verið hefur, þar sem hann hefur áður lýst í yfir að Úkraínumenn yrðu að gefa eitthvað eftir til þess að ná friði. Við vitum ekki nákvæmlega á þessum tímapunkti hvað veldur þessum sinnaskiptum forsetans eða af hverju þessi yfirlýsing kemur núna akkurat þegar allsherjarþingið stendur yfir í New York. En mögulega hefur forsetinn einhverjar þær upplýsingar innan úr Rússlandi sem gefa til kynna að staðan sé að versna þar. Og þær upplýsingar hafa reyndar verið að leka út jafnt og þétt. Það eru erfiðleikar með eldsneytisafgreiðslu til almennings og þeir erfiðleikar eru farnir að teygja sig inn í Sankt Pétursborg, Moskvu og fleiri stórborgir. Við hefum líka vandræðum í bankakerfinu og á fasteignamarkaði. Þegar að stórveldi og veldi hrynja eins og við þekktum með Sovétríkin á sínum tíma, þá gerist það hratt þegar það fer af stað. Það gerist líka með veldi Assads í Sýrlandi eins og við munum mæta vel fyrir fáeinum árum síðan. Það er vonandi að það fara að þrengja svo verulega Pútín að hann þurfa að taka til í eigin garði og hætta að skýta út stöðuna hjá öðrum þjóðum, hvort sem það er í Danmörku, Úkraínu eða annar staðar. Hér í lok þessara yfirferðar minnar langar mig til þess að ræða við ykkur ný gögn sem að samtök skattgreiðenda hafa birt á vefnum. Ég fekk forsvarsmenn félagsins til mín hingað fyrir 2 vikum síðan. Nú hafa þeir tekið saman mjög áhugaverðar upplýsingar útgreiðslu listamannalauna, það segja ritlauna til rithöfunda úr listamannasjóðum þjóðarinnar, ríkisins. Þeir hafa tekið saman gögn sem að ná 25 ár aftur í tíman, aldarfjórðung. Og þar kennir ýmissa grasa, þar sjáum við hvaða listamenn það eru sem að notið hafa mest stuðnings úr vösum skattgreiðenda. Áhugaverðar tölur sem að sýna til dæmis að sá listamaður sem að hefur fengið hæstar greiðslur og verið á fullum ritlaunum nær allan þennan tíma er Guðrún Eva Mínervudóttir. Hún hefur skrifað margar magnaðar og fallegar skáldsögur og þær eru 13 bækurnar á þessu tímabili. Síðan teygir þetta sig niður þessi listi, margt áhugavert að sjá. Til dæmis sjá að Gyrðir Elíasson, einhver afkastamesti rithöfundur þjóðarinnar, hefur á þessu tímabili þegið 146 milljónir í ritlaun, en hann hefur líka gefið út 24 bækur. Einn listamaður sker sig sérstaklega úr á listanum, það er Andri Snær Magnason. Hann hefur eins og þetta fólk verið á ritlaunum nær allan þennan tíma, fullur ritlaunum, og hefur þegið 137,8 milljónir fyrir viðrikið. En það vekur sérstaka athygli á þessu tímabili hefur rithöfundurinn Knái aðeins sent frá sér 5 bækur. Það er ekki mikil afköst og maður veltið fyrir sér hvaða eftirfylgd er með svona útgáfu eða stuðningi. Þurfa menn ekki að sýna fram á að þeir skili af sér því sem þeir heita. Það er nokkur ár síðan að ég kallaði eftir gögnum frá rithöfundasjóðnum sem vörðuðu Andra Snær Magnason til þess að við gætum glöggvað okkur á því hvort að hann væri einmitt að standa við það sem hann héti þegar hann væri að sækja yfir listamannalaunin. Það var talið of viðkvæmt, það væru persónu upplýsingar sem ættu ekki erindi við almenning. En það á erindi við almenning hvernig opinberum fjármunum er varið og þarna sjáum við svart á hvítu að sumir skila af sér miklu verki á meðan aðrir eru minna drjúgir til slíks. Ég fæ hingað til mín og eftir alveg frábæra gesti, Katrínu Júlíusdóttur fyrir þingkonu Samfylkingarinnar og Björgu Magnúsdóttur sem var til skamms tíma aðstoðarmaður Einars Þorsteinssonar, borgarstjóra. Það er alltaf að ræða pólitíkina og fréttir vikunar, eru öflugar í því að sjálfsögðum. Og svo ætlum við að ræða hér Evrópumálin í lok þáttarins og ég ætla að lofa ykkur því að það mun hvessa í þeirri umræðu svo ekki sé dýpra í árinni tekið. En áður en að öllu þessu kemur, þá ætlum við að fara hér yfir stöðun á samfélagsmiðlunum og pólitíkina í því samhengi. Það er Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn sem að fer á sinn einstaka hátt yfir þá stöðu. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu.
Askja. Ert þú búinn að kíkja á fitnessport.is? Fjölbreytt úrval af fæðubótarefnum fyrir fólk á öllum aldri. Fitnessport.is, fyrir fólk eins og þig. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausninar sem henta þínum vinnustað. Hvað þessi vika var fljóta að líða. Hún var varla byrjuð þegar hún var búin. Litli lúxusinn sem það samt. Lífið hlýtur að vera gott þegar þér fara að líða bara eins og sé alltaf fössari. En í dag sko engin venjulegur föstudagur. Ó nei, krakka mínir. Því að í dag hinn eini sanni beggi okkar, þarna Klaustursbeggi, þið muni eftir honum. Já, hann sem sagt afmælisprins dagsins. Og hann sko ekki 23 ára eða eitthvað ömurlegt. Heldur hann hálfrar aldar gamall í dag. 50 og fabulous og það á föstudegi. Til hamma og ammabekkalingur. Beggi sko ekki eini afmælisprins vikunar. Nei. Haldið ekki að sjálfu kóngurinn okkar, Pavel Uppáhalds Bartósek, hafi fagnað 45 ára afmæli í gær. Til hamingju snúlhaus. Talandi bara svona bestu næstum því afmælisbræður allra tíma. Pavel hélt upp á daginn sinn í Pólandi með sínu allra besta fólki og þá ég sko ekki að tala eiginkonu og fjölskyldu sem hann sko tengist blóðböndum, heldur utanríkismálanefndar fjölunni sinni. Partípjessinn Simmi Gumm einn þeirra sem vermir sætið þarna í utanríkismálanefndar fjölunni og hann veit vel hvernig á að henda í solid afmælisgig fyrir góðan þingvin. En allavega, já, hann setta á Instagram rosa svo skemmtilegt story þar sem hann svona teymir afmælisbarn og gesti inn á pólskan ungmennaklúbb, hellir mannskapinn fullan með því að blæða nokkrum afmælisbjórum, telur örugglega glösin ofan í allt liðið, læðist svo bara upp á hótelherbyggi þegar brauðfætur mannskapsins þarna gera vart við sig. Svo vaknar hann bara mega frískur daginn eftir og segir við þessar þunnu ryðhrúur: Djöfull voru þið drukkin í gær. Þið þekki þessa típu. Hann virtist allavega vera upp á sitt allra besta og hafa mun meiri matarlist en pappírspjessarnir þegar hann skoðaði úrval á skyndinúlum í kjörbúð pólska þingsins. Á meðan smurði Diljamist sitt rið með því að þefa af afskornum blómum í einhverri gjafavöru og blómaverslun í pólska þinginu. Haldið að sé nú munur að bara þurfi ekki að gera sér ferð í verslunarmál eða neitt. Þarna bara allt á einum stað. Og þá meina ég allt á einum stað. Þetta bara eins og að vera á all-inclusive hótel einhvers staðar á Spáni, sko. Diljamist fer allavega allt annað en tómhent heim úr þessari heimsókn því að hún hitti fyrir stórstjörnuna Bryan Lee Cranston, Breaking Bad hotnessi sem lék Walter White. Þvílík upplifun. Obba verið einhvers konar krútlegu knústuði í vikunni en á Instagram-reikningi hennar má sjá 2 mega cute myndir, annars vegar af henni og Ingu Sæland saman og svo hins vegar af henni og Daða saman sem tekin var á landsþingi Viðreisnar sem haldið var síðustu helgi. Þar var sko gleðin við völd. Togga Gunn var endurkjörinn formaður flokksins, enda kom engin annað til greina. Svo var bara dansað, hlegið, sungið, hrópað og kallað og þá klappað svo mikið að lófar fólks voru bara orðnir rauðir og fólk var bara komið sinaskeiðabólgu dauðans, það bara staðan. Jón Gnarr brá sig svo auðvitað í gervi þegar líða fór á kvöldið og mannskapurinn, hann bara bilaðist. Hann náttúrulega bara engum líkur hann Jón. En í vikunni stilti hann sér upp með stjórnmálakosningatölfræði geitunum og ellilífeyrisþegunum, Boga Ágústssyni og Ólafi Harðarsyni. Náttúrulega bara rándýr mynd af grísunum 3. Nei, ég meina geitunum 3. Hvað vitleysir í mér? Snúli Másson deildi mynd af sér og sinni heittelskuðu við myndavegg í brúðkaupi sem þau voru viðstödd til að fagna ástinni með góðum vinnum. Ekkert eðlilega cutie-patooty. Valentínus Dagur B. Eggertsson ritaði eiginkonu sinni til 24 ára, fallega ástarkveðju í vikunni á brúðkaupsdegi þeirra. Akkur allir svo sætir í sér þessa dagana? Í vikunni sagði JP orkumáladúti að köld svæði var ekki til á Íslandi. Leið mér að hugsa error, 1/3 heilastarfsemi eða. Við búum á Íslandi sko. Íslandi, ekki feel the heatland eða eitthvað. It ain't the heat, it's the humility, sagði einhver góður maður. Dagga Konna tók svona felt cute might deal it later speglasjálfu í vikunni. Mega skvís. Vonandi þessi speglasjálfa hennar svona fjarvistarsönnun fyrir þessari samfó-syndgun á mánudaginn. Á Jóhann Páll nokkuð þennan döster þarna eða?
Veit það einhver? Velferðarnefnd Alþingis fundaði með ljósinu á dögunum, ekkert eðlilega verðugt starf sem þar unnið og það á auðvitað ríkja þverpólitískur einhugur nema náttúrulega já, hvað segir í fjárlögunum? En já, allavega, þetta fín mynd af þeim hérna, þessum nefndarmönnum, en það að sjá þetta litla krútlega líkamsræktar buff hérna lengst til hægri? Þetta sko ekki Íslandsmet hafi í kraftlýtingu fyrir ekki neitt. Já, svo það Kirsuberu sem toppaði vikuna. Alþingi óskaði eftir starfskrafti. Umsóknarfresturinn rennur út á mánudaginn sko, þannig að nú ráða að nýta helgina í að dusta rykið af CV-inu og hendin umsókn. Þetta örugglega svipað að vinna í einhverjum skemmtigarði. Gleði, 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 gleði alla tíð. Woohoo! Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Málaðu heimilið í þeim lit sem hugurinn girnist með Kópa linnimálingu. Svansvottuð og íslensk framleiðsla. Máling. Nú geturðu prófað litin áður en þú málar. Voila! Prófaðu mitt rými á húsa.is, húsasmiðjan. Þetta var aldeilis hressileg yfirferð hjá Ásthildi Hannesdóttur eins og hennar von og vísa. En hér líka komnir mjög hressir viðmælendur sem ég ætla að ræða við fréttir vikunar. Það er Björg Magnúsdóttir sem sjálfstætt starfandi allt múlíkt manneskja og Katrín Júlíusdóttir, hún rithöfundur og ráðgjafi og eins og við vitum fyrir ráðherra og þingmaður og hvaðina. Komið sælar. Þetta ekki bara einföld lýsing á okkur? Mjög einföld og þetta svona góð summering. Gæti verið miklu lengri lýsing. Já, þetta svona, við erum svona klassískir Íslendingar með marga bolta, skemmtilega fortíð, maður hefur svona kannski komið við á ýmsum stöðum. Já, þið eru konur með fortíð. Já, og bara eins og þú, erum við það ekki bara öll? Já, ég kannast nú ekki við það, en gaman að sjá okkur. Það við heyrim matti tíðinda bæði af innlendu vettvangi og erlendu vettvangi. Mér langar kannski bara til að byrja samtalið á þessum atburðum í Danmörku, þar sem við erum að sjá bara flugumferð einhvern veginn raskast, bæði yfir herflugvöllum og jafnvel á Kastrup-flugvelli. Mette Frederiksen, ótrúlega öflugur stjórnmálamaður á bara Evrópusviðinu, hún farin að tala með hætti sem mjög ískyggilegur. Er það ekki rétt? Jú, enda líka þetta óþægilegt. Þetta drónar, þú veist ekki alveg hvaðan þeir eru að koma, hvenær þeir koma og það virðist svona vera einhvern veginn erfitt að ná utanum þá og menn hljóta náttúrulega að vera full í því að vinna í því að leita leiða til þess. En vita ekki hvaðan þetta kemur? Já, ég veit það ekki. Ég ekki sérfræðingur í því. Ég bara eins og þú segir, ráðgjafur rithöfundur svona og engin sérstakur sérfræðingur. Ekki hernaðarmálum, nei. Ekki enn. Hver veit, það getur verið framtíðin. En sko, ég allavega held að við verðum að taka dálítið þétt utan um þetta og hún þarf líka að gefa okkur confidence í því og svona ákveð bara öryggistilfinningu að því þetta að raska mjög miklu. Og ég held að fólki getur bara ekkert liðið vel vitandi af þessu sko. Hún segir við erum í stríði. Já. Hvað myndi gerast ef að þessi stað myndi koma upp í Keflavík, allt í einu kemur sveimandi drónar og myndi stöða hér umferð? Vitum við hvernig íslensk stjórnvöld myndu bregðast við? Bara mjög góð spurning. Þetta setur bara svona alvöru ugg að manni. Þetta var nú tekið fyrir í Kastljósinu í vikunni, hann Jónas Allansson frá utanríkisráðuneytinu fór hann ágætlega yfir. Bara það náttúrulega verið að sko ráða inn fullt af fólki og styrkja þær deildir í utanríkisráðuneytinu hjá okkur. Að þetta bara breyttur heimur og ógnin svo raunveruleg. Þú veist, maður fattar að kannski núna hvað við höfum verið lánsum að lifa á miklum fríðartímum og þá ég að tala bara okkur hér á þessu landi og svona, en það bara eitthvað hræðilegt að gerast og maður veit ekkert alveg, áttar sig ekkert alveg á því, sko. Og það sem líka kannski, svo maður hugsar hér áður fyrr, þá varstu með herdeild, það var landher, það var sjóher, það var flugher og þetta var svona svolítið skilgreint hvað þetta var. Núna ertu með netárásir, þú ert með alls konar svona árásir á innviði
sem að miklu flóknar að eiga við. Fjarskiptakaplarnir okkar sem að við tengjum okkur við heiminn, þetta geti farið í sundur á einni nóttu. Akkurat. Já, það er raunveruleg hætta á því. Við erum bara komin á þann stað einhvern veginn í dag. Og það er bara ótrúlega, það er ókveikjandi. Já, þannig að það sem að hún kannski að segja þarna er að svona, þú veist, dróna árásir og líka netárásir og annað, þetta stríð í nýju formi, sko. Donald Trump sem er einhvern veginn alltumlíkjandi á alþjóðasviðinu og hefur verið frá 2015-16 í raun, hann kemur með, ég leyfi mér að segja þetta, undarleg yfirlýsingu í vikunni, segir allt í einu Úkraínumenn geta unnið all landsvæðið tilbaka sem að Rússar hafa tekið af þeim og þarna verður einhver vending, hann hefur talað með allt öðrum hætti fram að þessu, gefið mjög skýrt í kynna að Úkraínumenn yrðu að gefa mikið eftir til þess að ná frið og annað. Hvað skýrir þetta? Er þetta tóm tjara eða er eitthvað að gerast bak við víglínuna innan Rússland sem að við getum farið að sjá svona hulunni svipta af? Það er kannski það sem maður vonar, að hann sé með eitthvað betri gögn en við og átti sig á því að þetta er að molna innan hjá Pútín og þetta er einhvern veginn að við erum að fara í eitthvað hraðan spíral sko niður. Það er það sem maður kannski vonar að það sé einhver endapunktur í nánd, af því þetta er auðvitað bara staða sem er bara ótrúlega, bara, ég veit ekki hvað orð á að nota, en þetta er bara ræðilegt og ógnar einhvern veginn allri álfunni, þannig að maður auðvitað vonast til þess að þetta ná einhverjum endapunkti, sko. Þannig að Trump sé farin að tala með ólíkum hætti, það er greinilega eitthvað í gangi. Já, þetta er nefnilega aldrei forvitinlegt hvernig hann talar og ég hef nefnilega hlusta vel eftir, ég hlusta ekki endilega eftir öllu sem hann segir öll mál, en þetta... Það mitt að óstöðugan. Nei, þú veist, já, mann heldur ekki alveg að fylgjast með þegar ein ræða alltaf 70 mínútur til jafnvel 3 tímar, en þarna þá hefur maður hlustað eftir vegna þess að hann auðvitað kannski hefur upplýsingar sem að hann byggir sinn málflutning á. Leyniþjónustustofnanir. Akkurat, og nóg af þeim og þannig að það er áhugavert og ég held að þarna sé verið að gefa til kynna að það sé eitthvað framundan sem að við höfum eftir að sjá í þessa veru, sko. Og að því og minnist á 70 mínúna ræðina í New York. Ég horfði nú ekki á hverja einustu mínútu, en þar er hann auðvitað að tala um að hann sé gæinn sem er búin að leysa alls konar bara stríðsátök og konflikta hér og þar. Hann myndi alveg vilja bæta þessu stríði á sinn lista og vera sá leiðtogi sem að næri einhvern veginn að loka þessu, sko. Hann langar í friðarverðlaun Nóbels. Já, hann hefur dálítið dræfi í þá átt, sko. Ég ætla bara hér með að hvetjandi dáða, vegna þess að ég held að það væri ágætis, sko, verkefni að hann gerði það. Hann sama hvað maður segja hann, að þá hann öðruvísi stjórnmálamaður og hann kannski svona aðeins ristir upp í svona þessari hefðbundnu diplomasíu og það getur alveg stundu þurft til. Að hrista upp í henni og hann talar eins með öðrum hætti og mér finnst það áhugavert hvernig hann hefur að nálgast þetta einstaka mál og ég vona að hún verði að ósk sinni að hann ná að stilla til friðar en það verði allavega hluti af því en auðvitað það aldrei þannig einn maður gerir það en hann hins vegar svona getur kannski haft einhver áhrif á það en það veru Bandaríkjamenn stóri leikmenn á þessu sviði, sko. Langstærsti herafli veraldar. En það áhugavert að reyna að meta og við vorum að ræða frammi áðan bara hvað að gerast innan Rússlands vegna þess að þeir eru einangraðir, þeir eru búin að setja gríðarlega fjármuni og líka mannafla, mikil sko dauðsfall þeirra bara hjá kynslóð sem að þarna á víglunni og einhvern tíma kemur að því að þetta fer að bíta. Samfélögin hljóta kikna undan svona hryllingi, líka innanlands þar. Já, og maður hefur heyrt svona aðeins einhverja sögur af því að sko mæður, eða svona Pútín hefur notið mikill hilli hjá eldri konum, var einhvern tíma sagt, sko. Og að því hann svona þetta strongman og þær hafa treyst honum en það sé eitthvað að máluna líka undan svoleiðis stuðningi bara út af þessari blóðtöku sem bara andlát fjölda ungra manna á víglínunni og þetta hefur alltaf áhrif, svona spila saman og svo þetta efnahagslífið, hvað áhrif hefur það verið í svona stríði jafn einangra og breyta í raun og veru rússnesku efnahagslífi bara í stríðsvél sem ekki búið til verðmæti heldur eyðileggingu. Akkurat. Aftur að ræðunni á allsherjarþinginu sem að Trump flutti löngu mikið ræða sem ég segja sundurlaus, aðrir fagna henni mjög, hann húðskamaði Evrópu menn fyrir hinn opnu landamæri, hann sagði þið eru bara að ganga eitthvað til húðar, þið eru að hleypa hér inn stórum hópi fólk sem að deilir ekki gildum með ykkur og slíku og hann sagði þið verðið að hætta þessu. Eru við
Eru við komin á einhverja krossgötur í þessum málum eftir að í raun og veru ferli sem hefst 2015 þegar að Merkel opnar landamærin fyrir flóttamönnum, fólki sem hafði lent í skelfingarmálum í Sýrland og víðar. Er einhvern veginn pendúllinn að snúast í þessu? Já, góð spurning. Ég meina við sjáum auðvitað, þú veist, að ríkisstjórnin núna bara talar með ákveðnum hætti og það verið að taka á landamærunum. Það verið að gera eitt og annað til að svona stemma stigu við því að hér séu opnari landamæri. Þú veist, ég held að línan sé hér bara, þú veist, ég held að allir átti sig á því að þú getur ekki haft galopin landamæri, þá ertu að ógna velferðarkerfinu og allt það. Að þú verður einhvern veginn að gera þetta með skynsömum hætti. Þú verður að bara hjálpa þeim sem þú getur hjálpa og gera það ótrúlega vel. En þú þarft auðvitað það bara liggur í hlutarins eðli að þú getur ekki hjálpað öllum, þó maður myndi gjarnan vilja það. Ég meina það auðvitað línan sem hefur verið bara í umræðinni, þú veist, bæði hér á Íslandi og mér svona fólk almennt tala á þeim nótum já og líka bara í löndunum í kringum okkur, við sjáum það bara. Það hefur eitthvað aðeins breyst, þú veist, í umræðinni. Mér finnst það. Mér finnst þetta rosalega erfið málaflokkur af því eins og til dæmis þarna 2000 þegar þessi svona, hvað var bylgja byrjaði inn til Evrópu, þá voru aðstæður svo skelfilegar sem fólk var að flýja. Og maður setur sig bara í þessu spór að þú veist skóli barnanna þenni farin. Hann bara rústir einar, innvitunum farin, getur ekki gengið út í búð. Og í nótt var hús nágranna hennar sprengt og þú veist það öll þessu ógn sem þú býr við. Fólk í bráðri lífshættu. Já, bráðri lífshættu. Og hvað gerir þú? Þú tekur börnin og þú hleypur. Og í þeirri aðstöðu höfum við verið. Og það þarf einhvern veginn líka, þú veist það oft tala líka útlendingamálin sem einhvern einn pakka. Þetta bara svo ólíkir hópar þarna innan. Þú veist, við erum með EES, fólk innan EES-landana sem kemur hingað að vinna, sem langstærsti hlutin. Við erum með fólk í bráðri neyð, við erum líka með fólk í leita betri tækifærum og við þurfum ekkert að horfa á þetta þannig en ekki ekkert að setja þetta allt undir einn hatt og eina tölu. Og mér finnst mér mikilvægt að við séum, ég tel að við eigum að þurfum að fylgjast vel með okkar landamærum og þá það ekki út af því að það sé eitthvað hræðilegt að hér komi fólk inn sem að leita sér betri tækifærum með eitthvað slíkt. Heldur að það líka bara hreyfanleiki í alþjóðlegri glæpastarfsemi og öðru slíku og við þurfum að vera að fylgjast vel með því líka að því það flýtur auðvitað með. Og ég tel að núverandi ríki sem ég veist að vera nálgast að skynsamlega, hún sér þetta einhvern veginn svona, hún að lýsa þessu líka betur fyrir okkur, líka okkur hefur vantað svolítið upplýsingar. Þetta verið svona óreið á upplýsingum þessi mál og við þurfum að taka á þessu með skynsemi án þess samt að sleppa alveg mennskunni sem þegar fólk í neyð, þá verðum við að leggja eitthvað til. Og oft það líka fólk sem þráir ekki heitar en að komast aftur til síns heima þegar allt róast. Algjörlega. Þannig að þetta ekki alltaf þannig að fólk komi hinga bara því það svo, Ísland svo æðislegt og það langar hér að leggjast á kerfið og við þurfum líka svolítið að horfa á þetta bara, þetta rosalega tilfinningar í báðar áttir en mér finnst jákvætt núna þegar við erum farin að sjá stjórnvöld tala þetta bara, við þurfum líka að horfa gögnin, við þurfum að hafa upplýsingarnar réttar og svo þurfum við að geta sinnt fólki sem hingað kemur og sest að. En nú það viðurkennt og menntamálaráðan hefur komið inn á það að í mörgum skólum eru jafnvel, eða í einhverju skólum eru íslensk börn í minnihluta eða að það eru stórir hópar, hátt hlutfall nemenda sem hafa ekki íslensku sem fyrsta mál eða móðurmál, tala jafnvel enga íslensku, komin í kerfið og íslensk börn líða fyrir þetta og við erum ekki að ná að halda nægilega vel utan þetta og það virðist ekki vera sem að kerfið hafi neina lausnir á því en samt sem áður ætlum við ekki að láta íslensku börnin, Íslendingarna sjálfa njóta vafans í þessu. Við tökum ákvarðanir að taka á móti fólki af ólíkum ástæðum og þolendur eða afleiðingarnar lenda á íslenskum börnum. Þetta viðunandi? Getum við sett íslensk börn í annað sæti? Eru skyldur okkar ekki fyrstar og fremstar gagnvart þeim? Börn bara yfir höfuð eiga að vera í fyrsta sæti. Þú veist, í raun og veru óháð því hvaðan við koma. En það þarf að hanna þá þjónustuna þannig að þau séu öll að fá fyrstaflokks þjónustu. En okkur testa því? Það vandamálið. En við megum heldur ekki gleyma því að mjög stór hluti af þeim sem eru á erlendu bergi brotin hér eru fólk sem hingað kemur vegna þess að atvinnulífið og Íslands samfélag kallar eftir starfskraftum þeirra. Og við höfum byggt upp samfélag, við erum fá og við höfum byggt upp að við viljum vera í vexti og það hefur líka kallað á þetta.
Þetta ekki eingöngu bara, eingöngu flóttamenn, það bara svo lítill hluti. En það getur verið atvinnulífið kalla eftir þessu. En ef afleiðingarnar af því ákalli lenda á einhverjum þriðja aðila sem í þeim tilvikum eru íslensk börn, ættu þá ekki börnin frekar að njóta vafans heldur en íslenskt atvinnulíf sem kallar eftir vinnukraftum? Sko, mér bara einmitt þarna eitthvað svona, hefur kannski ekki alveg verið nógu góð hildarhugsun í gangi. Þú tekur ákvörðun að kalla eftir auknu afli á vinnumarkað erlendis frá og þú ákveður að opna landamærin og hjálpa fólki sem getur hjálpa á svona. Það alveg augljóst að það hefur ekki fylgt nægilega mikil stuðningur inn í skólana. Þú veist, það bara talaði við einhvern kennara bara á stórhöfuðborgarsvæðinu. Við höfum bara ekki mannafla til þess, við höfum bara ekki nóga menntuð fólki til þess að takast á þetta. Þannig að þetta óleysanlegt. Já, þetta nú kannski ekki óleysanlegt. Þetta alveg óleysanlegt og leikskólavandinn í Reykjavík, þetta bara menn já, við komum nú kannski betur að því og eftir hvort það ekki eitthvað á lausni. Nei, í alvöru tala, það alveg augljóst að kennarar bara, ég fæ tauga að falla að hugsa mig einhvern veginn standandi fyrir framan 25 krakka 8 ára og helmingurinn að koma frá einhverjum átakasvæðum í heiminum með sitt hvort tungumál, einhverjur að koma hér vegna foreldrar sem eru að taka við störfum hér og þar í þjóðfélaginu og einhver hluti eru... Þetta er óleysanlegu veruleiki. Þú getur ekki leyst úr þessu. Heldur að þetta sé óleysanlegt? Já, ég held að þetta sé óleysanlegt. Já, ég held að þurfi bara að taka miklu betur utan það. Það þarf einhvern veginn að einhvern veginn, hvernig það gert? Já, ég svo sem ekki með nákvæmt plan það. Nei, en það allavega bara augljóst að þú getur ekki tekið eina ákvörðun í sambandi við landamærin og dömpa svo bara vandamálinu yfir á menntakerfið. Það það óábyrga í því. Það sem að þolendurnir verða íslensku börnin. Það það sem ég að benda á. Það hafa menn ekki bara brugðist íslenskum börnum með því að hafa tekið þessar ákvarðanir og ekki haft lausnir á því hvernig þetta bregðast. En hvað, akkur segir þessi að bregðast? Ég bara spyrja, af því að ég ekkert sérfræðingur í þessum málaflokki, en hvar kemur það niður? Já, menntamálaráðherra sagði til dæmis í dæmalausu viðtali í Kastljósi á mánudag að lesskilningur íslenskra barna fær hrakandi vegna þess að það væri svo hátt hlutfall nemenda sem hefði ekki íslensku sem móðmál. Auðvitað kemur það niður á kennslunni ef þú ert með nemendur sem skilja ekki kennarana og þurfa mjög sértæka aðstoð og þjónustu við það að ná tökum á tungumálun umfram það sem að íslensku börnin. En það ekki þá það sem við þurfum að fókusera á, það að þau fái sértæka aðstoð? Jú, við þurfum að gera það, en það alveg eins og ég myndi segja bara við þurfum að koma börnum 12 mánaða og eldri inn á leikskóla í Reykjavík, en það hefur ekki tekist í 30 ár. Það allt í klessu. Já, ég sammálaði þar, en bara eitt varandi íslenskuna, það sótt að íslenskunni úr fleiri áttum heldur en þessari átt sem þú ert að nefna með auknum, eða fleiri erlendum nemendum. Það sjáum við bara gegnum, bara YouTube og allt þetta. Þannig að það alveg svona, það líka önnur stóra ástæða fyrir því að ég held að lesskilningi íslenskra barna sé því miður að hraka. En ég sammálað, það bara að styðja betur og vera þá raunhæf greining á því hvernig þú ætlar að díla við þetta inn í kennslustofunni. Það augljóslega þannig að kennarar hafa ekki verið að ráða við þetta. Þetta bara mjög mikið álag að standa í þessu ætlarna. Já, Gísli Súrsson, í alvörinni, hvernig bara hvar ætlar að byrja, sko. En þú hefur þá... Það var eitthvað svolítið góð bók. Já, það var bara fín bók. Hver skrifaði það náttúr? Já, einmitt. Ég kom bókmenntalun. Hún ætti að gera. Sko, þú trúir því þá að með réttri greiningu ég bara þetta að finna fjármagn og fólk til þess að leysa úr þessu. Ég ætla bara að viðurkenna það, ég hef ekki sögt mér í díteilum í þetta mál, en ég trúi því að það sé hægt að gera miklu betur og ég held að við verðum að gera betur þarna. Þetta bara, eins og þú sagðir, ég er sammála, börnin í fyrsta sæti og þarna eru þau ekki í fyrsta sæti. Ég ætla ekki að þykjast vera með planið, en ég held að sé hægt að finna kokk upp vísi að plani. Númer 1, 2 og 3 er alltaf að það að ef við hefum augastað á vandamálinu, við erum með eitthvað gögn, við erum búin að greina þau, við erum búin að finna það, þá getum við lagt af stað. Við höfum verið svolítið þetta hafa svolítið verið hróp og köll og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 við náum einhverju samstöðu allavega hver vandinn skilgreinum hann og þá hægt að leggja af stað og bæta. En þá nefni ég þennan viðvarandi vanda varðandi leikskólana. Það eru til sveitarfélög sem að finna lausn á þessu og það er til sveitarfélög sem gera það ekki. Í hverjum einustu sveitarstjórnarkosningu sem ég man eftir. Og ég hef nú fylgst með sennilega sveitarstjórnarkosningu síðan 1990.
Byrjaðir að horfa á þetta 7 ára? Ég var 7 ára. Það er rosaleg staðreynd. Já. Svona þetta bara. Rosaleg staðreynd. Síðan þá hefur því til dæmis verið heitið Reykjavíkurborg að ná tökum á leikskólavandann. Við erum að flytja fréttir í viku hverri af því að það eru fleiri leikskólar sem eru óstarfhæfir vegna myglu og þeir standa auðir árum saman á þess að verktakar gangi hreint í vess og komið þessum byggingum í viðunandi horf, mönnunarvandi og foreldrar eru að flýja höfuðborgina yfir í önnur sveitarfélög þar sem að þessi lausn er til staðar. Ef það búið að greina vandann og ef menn vita hver hann þá eru menn samt sem var ekki að finna lausn á hann. Hver spurningin? Já, spurningin það ekki nóg að greina vandann. Ég get talað leikskólamál í Reykjavík í allan dag, sko. Ég bara, þú veist, hvar er að byrja? Ég er ekki tíðanbundin. Sko, nú er ég að koma mínu barni inn á leikskóla í mínu hverfi. Hann er 33 mánaða. Það náttúrulega veit ekki hvað það en það er eiginlega bara svona 3 ára. Þetta er bara kortir í fermingu. Þegar við erum að fá pláss í okkar hverfi, þú veist, ég bara síðustu misseri hef ég bara verið í sjokki yfir því hvað þetta er í miklum ólestri. Þetta er í klessu? Mér finnst þetta einhver leiti vera í klessu, já. Sko, þú veist, ég hef aldrei bara blessunarlega þurft að reiða mig á mikilvæga þjónustu fyrir eftir að ég eignaðist barn. Þú veist, maður bara einhvern veginn hefur verið á vinnumarkaði 20 ár, borga sitt útsvar og bara svona nota veginn og allt þetta. Svo þarftu á þjónustu að halda frá sveitarfélaginu og þú áttar að þau bara, ég get ekki gengið að henni vísri. Ég get ekki treyst á að, þú veist, sveitarfélagi komi hérna til mótsumi og leysi þetta. En þarna, þú veist, flokkur hérna, vinkonum hérna Katrínar hefur auðvitað verið í meirihluta í borginni frá 2010. Þau hafa nú alveg verið með það á stefnuskránni sinni oftar en einu sinni að miða við að hleypa börnum 12 mánaða inn á leikskóla í Reykjavík, sko. Það er alveg augljóst. Ég veit að það er markmið, en það er bara rosalega langt frá 12 mánaða upp í 33 mánaða. En þinn flokkur er líka búin að vera þetta meirihluta og er búin að vera með menntamálin og skólamálin einmitt á sinni könn. Og þú varst reyndar aðstofamaður borgarstjóra, brettu upp ermar og sagði, heyrðu, hér er vandamál sem þarf að tækla, við ætlum að leysa þetta. Við gerðum það og ég satt mjög marga fundi með rosalega mörgum inn í bara dýpstu kimum ráðhúsins þar sem er verið að, þú veist, reyna að ná tökum á þessu. Lykil hugtökin þarna eru margir fundir og rosalega margir á þessum fundum. Er það ekki einmitt vandinn að þetta kerfi snýst orðið bara sjálfsig? Ég veit svo mikið með það, Stefán. Það er kannski full dramatist að taka þannig til mála. Ótrúlega margir fundir og ótrúlega margir fólk. Og það gerist ekki neitt. Það er einhver pickles í þessu málaflokki augljóslega. Hver er hann? Þú veist, auðveldast væri að segja að... Ekki segja það vanti fjármagn. Nei, ég ætla að segja það að, þú veist, ef að þakið á húsinu mínu er í mólum og það er svona að fara að leka á 3 stöðum og, þú veist, ég sé að þetta er svolítið bólgið þarna í veggjónum og svona. Ég er ekkert að fara til Bali með fjölskylduna mína þegar ég þarf fyrst og fremst að gera við þakið. Þetta er líka bara svona hvað þú ert að setja fókusin á. Hvar hefur fókusin verið hjá borginni fyrst að ekki þarna? Bara lestu bara Morgunblaðið. Ég veit það, en þú veist, það er bara verið að sinna alls konar málum út allt, fullt af verkefnum sem það þarf ekki endilega nauðsynlega að vera í. Þú veist, fyrir mér snýst þetta svolítið bara það að setja þessi mál og forgangsraða þessum málum bara ofarlega. Getur þú nefnt úr mokkanum af slíku dæmum sem við getum bara slegið út á borðinu? Ég skal bakka upp í því. Já, þú getur bakkað mig upp í því. Nei, þú veist, bara umræðan selina í húsdýragarðinum í sumar, skilurðu? Bara eitt dæmi. Þú veist, borgin er að sinna mjög mörgu sem hún þarf ekki endilega að vera að sinna á sama tíma og lykil málaflokkar líða fyrir það. En má ég samt spyrja henni, ég ætla ekki að þykjast vera sérfræðingur í leikskólamálum. Það er bara þannig. En ég hins vegar velti fyrir mig, sko, því að það er leikskólarnir, það eru fleiri stofnanir, það er líka að tala um mönnunarvanda í heilbrigðisgreinum og hjúkrunarheimilum og svo framvegis. Að sko, maður leysir heldur ekki þann vanda bara með fjármagni. Þetta er eitthvað skipulagslegs eðlis og líka að gera störfin aðlaðandi fyrir svona framtíðar starfsfólk. Þetta tekst í sveitarfélaginu. Það er svolítið það sem við þurfum kannski að fara að horfa til, sko. Það hefur verið... Í flestum af þessum störfum, þessum tegundum að starfa.
Það hefur verið gert átak með þetta í leikskólum í Reykjavíkurborg og það hefur skilað einhverjum árangri. Við sjáum núna mönnunin lítur betur út enn fyrir ári, bara eftir að, þú veist, kjarasamningar skrifa verið undir þá í febrúar, þar ertu, þú veist, að bæta í varandi starfsæðastöður og annað. Það hefur auðvitað áhrif og það klárlega einn liður í þessu. Þú veist, en ég meina, hvernig nær maður árangri í þessum málaflokki? Bara með því að, þú veist... Halda rosalega marga fundi með rosalega marga fólki. Djúpt inn í dýpstu kemum ráðhúsins. Skrifa fleiri skýrslur. Nei, ég meina, þú veist, hvernig nær maður árangri yfir höfuð í einhverju? Bara með því að setja því fókus og negla sér í það. Já, talað við það. Þú varst að gangi Viðreisn. Þú varst aðstofamaður Einars Þorsteinssonar. Hann Framsóknarmaður. Hann það. Var reyndar á meðan hann bjó í Kópavogi, þá var hann Sjálfstæðismaður. En svo þegar hann fór til Reykjavík, þá var hann Framsóknarmaður. Þú er konið Viðreisn. En það allt annað að búa í Kópavogi og Reykjavík, skilur. Já. Já. En þú býrð ekki eins og í Kópavogi. Ekki lengur. Ekki lengur. Þetta er allt tóm tjara. Nei, nú ertu konið Viðreisn og ertu að fara í oddvitaðslægin í borginni? Ég vissi að myndi spyrja þessu. Já. Og þakkaði fyrir spurninguna. Ég ætla bara að vera alveg heiðarleg og segja að ég undir þessum allræmda feldi. Já. Ég að... Eins og Þorgeir ljósvetningagoði. Já, var hann ekki svo fyrsti sem hendi sér undir teppið það? Já, svo margir góðir verið þar að velta fyrir sér. Já. Ég er bara að tala um fólk, lesa salinn. Ef ég var að setja stuðla á þetta í Epic Bet eða eitthvað svona, hvort væri meiri líka eða minni að þú færi? Myndið þú kjósa mig? Já, ég býð ekki Reykjavík. Ok. Ég heldur. Já, þetta er bara, málið er bara klárlega í skoðun. Þú eru fyrsta símtal Stefaninnar. Já. Eða svona þriðja kannski. Þú átt að fara að halda upp afmælið helgina. Ætlar að tilkynna þetta þar? Ég hafði nú ekki hugsað með það. Er þetta ekki góð hugmynd? Ég var að bóka karaoke græjur og það var eiginlega bara svona í forgangi, sko. Já, takk fyrir að bjóða mér ekki afmælið. Ég kem samt. Kannski í 50 afmælið. Já, þú varst fertug núna fyrir þessu ári. Trúið því hver sem vill. Það stendur heima. Já, en þú áttir afmælið í apríl, nú er að koma októbermánuð. Er þetta hluta skipulagsleysunni í Ráðhúsinu? Ég misti af lestinni í vor. Partylestin bara fór. Það voru bara alls konar hlutir að gerast og stundum bara nær maður ekki utan allt. Nei. Þannig að nú hendum við í teiti. Það líka bara fínt að koma saman eftir sumarfrí. Fólk lítur vel út. Það búið að, að fá sér Aperol og svona verið í smá sól og þannig ég held við fáum svona góðar partymyndir og þannig. Já, þetta er hárrétt tímasetning hvað slíkt var þar. Er ekki allir orðnir fölir aftur? Er búin að horfa út eða? Það er rosa lægð í gangi nú. Það er ekkert sem að Bondi Sands getur ekki gerðast, brúkukremið. Það er af langri reynslu. En að því voru að tala um Reykjavík, þá langar mig aðeins samt að segja eitt. Það er ein önnur hlið á Reykjavík sem að mér finnst alltaf gaman að fylgjast með. Og það er bara hvernig hún hefur verið að þróast sem borg. Og ég var að fór að því ég elska íslensk bíó. Og ég fór og er búin að sjá Reykjavík Fusion þættina sem eru á símanum og að sjá tökurnar úr þessu nýju hverfum í borginni. Þetta var stórkostlega flott og ég hugsaði bara, vá, ég bara nærði því bí í stórborg, sko. Það er mjög margt flott að gerast í Reykjavík. Þetta er óbúslega margt svona, borgin er búin að vaksa mjög svona, skemmtilega að mörgu leyti. Ég er alveg sammála því. Og auðvitað síðan kannski koma einhverju tímamótum þar sem menn þurfa að staldra við og taka aðrar ákvarðanir. En það er svona gaman að sjá þetta. Mér finnst það gaman sérstaklega í tökunum, það voru fallega tökur í þáttunum. Þannig að það er gaman að sjá þetta. Líka bara, má ég skjóta inn í að því við fórum ekki bara Rauð Bárjáshús, skilji. Það var svona dálítið, hvað maður segja, dálítið kosmó. Já, það er líka, við fórum Elli Egils var með að kynna nýtt verk í gær á Kjarval. Já, Bang og Úlfsson. Já, Bang og Úlfsson, og við fórum fjölskyldan öll saman, svo einhvern veginn komum út, heyrðu við ekki að fá okkur að borða, og það er bara einhvern veginn aragrúi af ógeðslega skemmtilegum ressum, og þú getur bara, heyrðu, þessi, þú veist, það má alveg líka vera dálítið jákvæð og nú er föstudagur og svona. Ég tek undir þetta. Þetta er ekki síst, þetta líka ferðarsókn pakka sem að hefur undirbyggt öfluga svona afþreyingar innvið fyrir okkur. Já, þú veist, einu sinni var þetta bara eitthvað Austurlandarhælistinn og pizza 66. Ég get farið lengra aftur því ég er aðeins eldri en þið. Það er sko 94. Að múlakaffi. Sko 94, þá ákvað ég 19 ára að drífa mig að flytja niður í miðbæ og búið með menntaskóla og svona og maður þyrfti nú að fara að vera svolítið grown up, sko.
Svo kem ég flytti og það bráttaði maður því að allt svona mat sem vildi taka mig heim, það var hægt að fá 3 rétti og það var opið til 8:30. Þú veist, það var nauta eitthvað og súrsætt svín og kjúklingur í karrí. Þetta gastu tekið með og maður eiginlega gekk með lyklana sína milli fingrana. Það var svo dimmt og fámennt. Núna einhvern veginn það bara líf og ferðarþjónustan á þetta mjög mikið í því og það er stemning. Þannig að þegar við erum að blóta margmennin og á ferðamannastöðunum munum samt þessi fínu hliðar á þeir gefa okkur. Aðeins út frá borginu hana. Ég var að fjalla í inngangi Keldnalandið og þar verða engi bílastæði og fullt af íbúðum og fullt af fólki og þetta var byggja svona á einhverjum samgönguhúsum þar sem að þú kemur ef þú svo ógeðfelld manneski að vera með einkabíla þá leggur þessum bíl í þessu samgönguhúsi eða kemur með borgarlínunni þangað og svo ertu að labba svona 500-700 metra heimtíðin til þess að komast á þurrt og þið komið áðan í fyrstu haustlæðinni og það er ekki eins og kalt, það er bara rigning. Úr öllum áttum samt. Hún var á hlið og það var vindur svona upp og þeim. Það er ekki að sjá okkur, það tókst nú vel að testa ykkur saman þrátt fyrir allt sko. Er fólk að fara í bónus, að sækja barnið sitt í ballett eða á fótboltæfingu og ösla svo snjóinn eða rigninguna 500-700 metra úr svona samgönguhúsi? Er þetta ekki bara tóm tjara? Þvæla? Ég ekki alveg til að dæma þannig að því að ég man eftir einhvern tíma fór ég, við sjáum þetta líka svolítið erlendis fyrir að gerast. Að ég man einhvern tíma var ég fyrir bara 20-30 árum var ég með pappa ferðalegi Þýskaland og þá fórum við og vorum að fara inn í Stuttgart og við tókum þá ákvörðun að leggja frekar í bílastæðahúsi á jaðrinum og taka eitthvað svona lestin í borg og vera bíllaus þar bara því það var bara vesen að fara eins og gerist bara í borgum. Stuttgart í miðri Evrópu, við erum á norðurpólnum. En ég bara segja samt, okkur að fjölga og það getur verið að við þurfum að fara að hugsa ykkur á nýja lausnir. Ég ætla ekki að dæmi þetta alveg út á borðinu, en mér finnst umræðum skipulagsmál sem hefur verið í gangi undanfarið mjög áhugaverð. Og kannski ekki síst líka, kannski sú hlið mála það sem verið að fjalla bara hvernig við erum að byggja. Það að, fjölga einmenningsheimilum en við erum að byggja 100 og eitthvað fermetra íbúðir í löngum, alveg í röðum. Og maður spyr sig, litlu íbúðurna hverfa hraðast, kannski þurfum við líka að fara að staldra við og skoða líðfræðina og meta þetta aðeins betur, hvað við erum að byggja. Hvaða kröfur eru gerðar í gegnum skipulag. Við þurfum að staldra við, meðal annars við staksteina í mótum. Það er sagt að það sé titringur í kringum Heiðu Björg Hilmisdóttur og það sé ekki einingum hana inn í Samfylkingunni og að hún kunna vera völd í sessi sem oddviti flokksins fyrir komandi kosningar og býtu nú við. Hér sé ég nefnda Katrín Júlíusdóttur Garðbæing sem mögulegan kandidat í embættið. Setjum aftur stuðla á það. Er möguleiki að því að þú blandir í sveitarstjórnarmálin fyrir kosningarnar 16. maí? Það eru engar líkur á því. Það eru engar? Katrín! Ég get bara sagt ég er ekki undir neinum feldi, þetta er alveg naglfast, ég er ekki að fara í nein framboð. En mér þykir mjög vænt að vera nefnd að einhver mun eftir manni. Þetta verður þá í síðasta sinn. Já. Styðja þig áfram í það. En takk fyrir. En ég er Kópavogsbúi sem býr í Garðabæ. Og ég og mér finnst ég var líka að spyrja þig hvort ég var að fara fram í Garðabæ. Svo var einhver sem saman eða heyrt ég var að fara í Kópavogi. En ég er ekki að fara í neitt. Katrín, þú getur ekki farið í þetta allt í einu. Nei, það er nefnilega málið. Þannig að þetta var bara of mikið, þannig ég hugsaði nei, ég fer ekki neitt. Nei, en mér þykir bara vænt þessu umræðu. Þetta sýnir bara að fólk er að velta þessu fyrir sér og heldur auðvitað því maður hefur einhvern tíma verið í stjórnmálum og er kannski svona aðeins að taka þátt aftur. Þú varst kosningastjóri núna? Ég var kosningastjóri hjá Samfylkingunni síðast á landsvísu. Já, svona miðlæga battir hínu. Og það er út af því kannski sem fólk er að halda að maður sé eitthvað að hnikla vöðvana en ég er ekki að því. Ég er ekki að máli við þig. Getur þú ekki sagt það svona sannig? Mér finnst þetta svona. Þetta er meira svona einhverjar sögursagnar sem ég heyri miklu frekar en einhver sé að koma máli við mig. Þetta er nánast staðfest að þetta er komið hérna í Stakstein. En það er ekki þannig að það sé ég finni þetta ákall mikið Nei, þú færð alveg stuðning hér samt. Ert þú búin að ákveða? En ég er bara upptekinn að því ég er bara að koma eftir.
bók út eftir mig og ég í verkefni. Ég ætla að spyrja út í það. Já, mér langar samt að tala Keldnalandi, má ég bara gera það eftir, þau eru búin bókina. Nei, kláraðu það og ræðum bókina. Svo kláraðu þetta bókinni. Þú veist, varðandi, bara svona eitt, varðandi það, sko, þetta með samgönguhús og 500-700 metra ferðarlag í íslenskum aðstæðum glórulaust. Það eru þín orð. Ég ætla að segja einn annan punkt. Það allir saman. Sko, varðandi ekki Dóra Björt sem ræður mestu þessi máli. Og hvert hún að fara? Hún hægt í pólitík. Já, það alveg víst? Er það ekki? Verður hún ekki að gefa þau undir fótinn og hún var að taka við sem formaður Pírata? Núna bara í kvöldfréttum í vikunni. Ég túlka það þannig. En allavega, þú veist, bara varðandi þetta, því að nú ég var aðeins að tala leikskólamálin innan og þú veist, það liði bara næstu í 3 ár þangað til að við fáum leikskólapláss í okkar hverfi. Í aðalskipulagi borgarinnar verið að tala þessa framtíðarsýn þar sem eitthvað sem heitir 20 minna hverfi, sem geggjuð pæling. Þú veist, það að þú átt að geta labbað í alla helstu þjónustu að verið á hjólnauðinu eða hoppi eða hvað sem þú kýst. Þú átt að komast í svona allt mikilvæga dóti á 20 mínútum. Segjum sér svo að Reykjavíkurborg hefði tekist ógeðslega vel að gera 20 minna hverfi í öðrum hverjum borgarinnar, þá kannski væri meiri trú að því að þau myndu gera Keldnalandi vel. Ég held bara að það séu margir pínu svona brendir, bara þeir sem búa í þessum rótgrónu hverjum, þar sem þú átti að bráði, herra, ok, ég þarf bílinn minn, út af því að það ekki, það sem ég þarf ekki svona í stuttri fjarlægð frá heimilinu. Þannig ég held að það sé svona hluti af þessu máli. En samt og svolítið gaman að sjá þarna útivistarmyndirnar frá, svolítið eins og maður verið að fara til Amsterdam í júlí, svo var þarna Móma Keldur, það var svona útibú. Það líka þetta yfirfæra kenninguna eða hugmyndina sem við vorum með varðandi, heitir það ekki, Vogabyggðina, að vera bara með pálmatré en bara byggja yfir þau, bara stóra glerhjálma. Ég bara svo til í það, bara einhverja gleði. Við þráum öll Eiðistorg inn við beinið. Við erum okkar eigin. Og muniði pálmatrén í Kringlunni þegar hún opnaði. Maður var bara fór bara í hafa, í feeling. Bara komin í sandala og... Sko, ég held að allavega það sem að mér finnst mikilvægast í þessu líka að það fjölbreytni. Okkur bara að fjölga. Við erum með allt ólíkar þarfir og mér finnst að, sko, það má bjóða upp á svolítið fjölbreytta húsnæðiskosti. Og ef að eitthvað svona veldur því kannski það sem þetta fara inn húsnæði verið jafnvel ódýrara, þá væri það kostur. En mér finnst, sko, við verðum að hafa okkur á fjölbreytni. Það ekki alltaf... Ef þú getur fundið manni sem til að labba þessa 500 til 700 metrana í svona meðal íslensku veðri, þá skal ég taka hér við hann drottningavital. Ég myndi nenni ef ég væri ekki að koma kannski einmitt til þín í vital. Þá eru það svolítið svona. Ég ætla að lofa eitt samt varðandi þetta skipulag. Það sem gaman að sjá, og því að það ekki bara vera eitthvað að gagnrýna allt. Það verður líka að gefa fólki og skipulagum það sem þau eiga skilið. Bara fjölbreytnin í byggingunum, litirnir, mismunandi hæð, mismunandi form, maður bara svona, ok, þetta er næs. Þessa veruleikin verður aldrei eins og þessar myndir hjá þessum arkitektum, af því að svo koma verkfræðingar og segja, þetta kostar milljón skriljónir og við verðum að gera þetta öðruvísu og alla byggingarnir enda eins. En ég held að þú veist, með þessu Keldnaskipulagi, þetta er bara svona góð áminning til uppbyggingarsamfélagsins, við þurfum að hafa líf og liti. Ég tók mitt eftir því það verið að mála þarna raðhúsin í Laugardalnum. Það gerði svo mikið. Ég var að skoða þetta er bara geggjað. Heyrðu, en þessi bók, ég er forvitin hana. Hvað er þetta, hversu margir verða myrtir í þessari bók? Það eru nokkri. Ég ætla ekki að greina, ég má ekki segja frá öllu, sko. En ég gaf út bók 2020, fyrst skipti, eina glæpasögu og svo einhvern veginn hefur bara lífið svolítið tekið yfir. En ég náði að klára núna og það að koma bók eftir mig aftur fyrir þessi jól sem svona sjálfstætt framhald af síðust, og hinn bókin þú veist, til dæmis bara, þetta bara spennandi umhverfi og það gaman, ég hvet alltaf alla til að prófa, þú veist, ef þú hefur eitthvað hugmynd, prófa hana og mér fannst, ég ákvað að prófa þetta, ég hafði ekki sjálfstjórst í það en ég prófaði og svo og áttaði maður því að þetta rosa gaman að skrifa. Og hinn bókin, hún kom út í Bretlandi og Bandaríkjunum og núna kom út í Tékklandi og Hollandi og svona, það er rosa gaman. Já, þetta gaman. Og ég ekki að nota pólitíkina svolítið sem sögusvið og innblástur? Aðeins stjórnsýsluna í fyrirbókinni, en í þessari seinni ekki. Maður getur ekki endalaust í því. Mér finnst líka kannski það aðeins svo nálægt mér, sko. Er þetta svona siðmentuleið til að kála pólitískum andstæðingum sinum? Er þetta á blaðsíðunum? Mögulega. En sko það sem mér finnst aðalega er að mér finnst oft svolítið sumir tala glæpasagnarformið svolítið niður. En það er rosalega skemmtilegt form til þess að tala sko dramatísk samskipti, triggera
og svona fortíðar og leyndarmál og hvernig þau geta haft áhrif á okkur. Hvenær við fáum nóg, hvenær kannski við bara snöppum og þetta skemmtilegt form til að taka fjölskyldu, dýnamík og alls konar svona erfið samskipti. Ég hlakka til að lesa þessa góða bók. Þakka ykkur báðum kærlega fyrir komuna. Katrín og Björg, gangið þér vel með afmælið og góða skemmtun á morgun. Við lyftum glasi fyrir þér einhverstaðar annar staðar, fyrst okkur verði ekki boðið. Hættu þessu! Takk fyrir kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Við erum hins vegar ekki hætt hér af vettvangi spursmála. Við ætlum að fara að ræða Evrópumál. Hjörtur Guðmundsson og Sverrir Einarsson. Þeir ætla að ræða hér það hvort að við að ganga þar inn og hvað það felur í sér fyrir íslenskt samfélag. Fylgist þið með. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með Eyjabita. Með Garmin fylgist þú með hverju skrefi og árangri. Það eru allir vegir færir. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is. BPO innheimta þínu fyrirtækja kostnaðarlausu. Hafðu sambandi síma 454 7000. BPO innheimta þjónusta í þína þágu. Subway hefur aldrei hljómað svona vel. Láttu okkur sjá matinn í veislunni. Subway, ferskleiki okkar bragð. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Björgu Magnúsdóttur og Katrínu Júlíusdóttur fyrir hressandi tal og spjall fréttir vikunar og pólitíkin ekki síst. Hingað eru hins vegar komnir til mín mjög góði gestir til að ræða mjög stórt og veigamikið mál sem að teygir anga sína auðvitað alla Evrópu en núna ekki síst inn fyrir íslenska landsteina. Það umræðan Evrópusambandið og hvort að Ísland eigi heima í hópi þeirra ríkja sem að fylla þann flokk þessa dagana. Ég fengi hingað til mín Hjörtur Guðmundsson, alþjóðastjórnmálafræðing sem hefur skrifað mikið þessi mál og sannast mjög skeptískur á það við að ganga þarna inn. Og svo Sverrir Páll Einarsson, hann forseti uppreisnar. Það eru samtök ungra viðreisnarmanna og kvenna og hann algjörlega öndverðum meiði við Hjört. Velkomin báðu tveir. Takk fyrir. Það ekki gaman að fá þennan panel saman ef menn varu sammál þetta mál. Nei, og það líka bara yfirleitt skemmtilegast að tala við þá sem eru ósammála ef það annað bara hægt að ræða það. Væri frekar leiðilegt ef við værum þetta saman í bergmálshellu sko. Það væri aðeins minna svona skemmtilegra. Hér bergmálar ekki neitt. Nei. ég leyfi mér að fullyrða það. Umræðan Evrópusambandið, hún hefur verið dálítið, ég leyfi mér að segja, rykkjótt síðustu misseri. Við gengum í gegnum þingkosningar í lok nóvember síðastliðins. Ég fékk hingað til mín forystu fólk úr öllum flokkum og það virkaði á mann þannig að þetta yrði ekki stórmál. Þetta ekki aðalatriði komandi kjörtímabils. Það glitti hins vegar í eitthvað annað upp úr stjórnarsáttmálanum og svo má segja að þessi umræða hafi farið á einhvers konar yfirsnúning bara leið og þingstörfum lauk í sumar. Er þetta röng svona lýsing á þessu? Ég myndi ekki segja þannig. Við í Viðreisn, við höfum alltaf talað fyrir því að vilja fá að leggja þetta í dóm þjóðarinnar, að fá að eiga sína rödd þegar kemur að Evrópumálum. Að meiga að fá loksins að tjá sig bara með þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem við erum að fara í fyrir 2027 og meiga loksins fá að tala þessi mál, þar sem meiga kjósa þau mál. Hjörtur, sammála þessu? Já, ég meina, ég hef nú oft sagt að ef svona, hvað að segja, rétt skilir væri fyrir hendi að þá var ekkert að því að leggja til dóm þjóðarinnar. En staðreyndin svo eins og meira segja Þorsteinn Pálsson sem má hún kallast guðföður Viðreisnar að hann benti á það í greinum í Fréttablaðinu á sínum tíma þegar umsóknarferli var í gangi þá að það væri ákveðin forsenda fyrir því að fara í þennan leiðangur að það væri ríkisstjórn með þingmeirihluta sem væri hlynnt í eða bara samstíga það að fara í þetta ferli og gangi í Evrópusambandið. Það væri annars ekki hægt þó ekki nefnum bara vegna þingræðisregluna sem felur það í sér að eins og hann benti á að utanríkisráðherra gæti ekki undirrita samning inngöngu í Evrópusambandið nema það væri þingmeirihluti fyrir því. Þannig að þarna svolítið verið að eins og sé að fara í kringum þetta. Ég held að búða þessar þjóðargreiðslur en einhvern veginn senda press á þingi þá í ljósi þeirra staðreynda að það ekki meirihluti á þingi fyrir þessu. Ertu viss það? Já, Ertu viss að það sé ekki þingmeirihluti? Þingmeirihluti fyrir að gangi í Evrópusambandið? Já.
Ég get ekki séð það með við stefnum flokkana. Ég get nú ekki fullyrt hvort það sé þingmeiri hluti fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það er svo sannarlega þingmeiri hluti fyrir því að leyfa að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja aðildarviðræður á ný. Við getum alveg fullyrt það og sjáum það í stjórnarsáttmálanum. Ég spyr bara út frá Flokki fólksins því að núna virðast þau styðja bókun 35 sem við áður kölluðu stjórnarskrárbrot og brot á fullveldisrétti í þjóðinni og hvaðina, þannig að maður veltir fyrir sér, ekki bara allt eins líklegt að það sé þingmeiri hluti fyrir þessu? Við getum bara farið í það, við þeir stjórnmálaflokkar sem eru núna í ríkisstjórnarsamstarfi, þeir allan að sammælast það að það sé best, að þessi umræða sé best fólkin í því að treysta þjóðinni, að það sé best að leggja þetta til atkvæðagreiðslu og ganga til atkvæðagreiðslu hvort að við eigum að hefja aðildarviðræður á ný. Það er það sem er þingmeiri hluti fyrir og það sé svo sannarlega í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Og vandamál hins vegar það að það þarf að vera auðvitað ríkisstjórn til staðar og þingmeirihluti fyrir því að framkvæma hvora niðurstaðna sem að getur orðið. Annars enda meir í sömu aðstæðu til David Cameron í Bretlandi sem að heldur þjóðargreiðslu þar hvort því að gangur Evrópusambandinu og síðan þegar niðurstaðan og treystir á það að niðurstaðan verða einn veg, svo niðurstaðan önnur og þá segir maðurinn af sér að því hann treystir ekki til þess að framkvæma þá niðurstöðu og menn voru ekki tilbúinir í það. Ég er mjög hlynntur því að Bretar að gengu Evrópusambandið. Ég var ekki hlynntur þessari aðferðafræði sem var notuð þarna í Bretlandi og er í rauninni verið að tala fyrir núna hér. Við erum náttúrulega bara eins og við segjum, við erum að leggja þetta ítrekka að treysta þjóðinu og ef þjóðin er ekki á þeim málum að vilja fara halda áfram við aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá er það bara niðurstaða. En er það þó ekki þannig, er það ekki rétt sem Hjörtur segir, að ef að menn ætla að hefja þetta ferli, segjum sem svo að þjóðin myndi segja já í þessari atkvæðagreiðslu, sem að við vitum ekki nákvæmlega hvenær verður, að þá þurfi þeir sem að mynda meirihlutann að vera reiðubúnir til þess að fylgja því eftir. Og það væri undarlegt eins og ef að Flokkur fólksins er enn á þeirri skoðun sem hann áður var, það að við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið, er hann að fara að framfylgja vilja þjóðarinnar, jafnvel þó það sé þvert á sannfæringu þeirra sjálfra? Ég er full viss það. Ég er full viss að, ef við erum að fara í þessa atkvæðagreiðslu og meirihlutin okkar vill keyra á það, að þá er svolítið að mínu mati, þá hefur verið að neita meirihluta vilja þjóðarinnar. Að ef að þú ert einhvern veginn að fara að draga fæturnar í land eftir ef það kemur já upp kassanum. En það þarf náttúrulega bara að skoða það og ég meina við erum bara fólk, sérstaklega þingmenn, hafa bara sína skoðun á þessu máli og við getum verið sammála eitt, það er hvort það eigi að ganga til aðildarviðræðanna við Evrópusambandið sjálft og síðan, sem er umræðan sem kemur síðar, er hvort að, kost og galla Evrópusambandið sjálfs og samningin sem að þau eru bjóða okkur. Þannig að þetta eru, tveir mismunandi pólar og það þarf bara að athuga það þegar við erum komin yfir þá fyrstur hraðahindrun að fara í atkvæðagreiðsluna aðildarviðræður. Þannig að ég skilji þá rétt að þú telur að stjórnmálamennirnir sem eru á móti inngöngu Evrópusambandið að þeir muni treysta sér til þess að vinna að aðildarsamningi sem að síðan verði borin út í þjóðina, jafnvel þó að þau séu andsnúin því að ganga inn. Ég hef alveg fulla trú því að fólk sjáu það hjá sér, stjórnmálamenn sjáu það hjá sér að ef að eitthvað er vilji þjóðarinnar að hafa það í forgrunni. Þú getur verið svo ósammála akkurat hvort að ákveðna hluti innan Evrópusambandsins. En ég er eiginlega bara svolítið fullviss að ef það kemur já upp á kassanum, að þá þurfi umræðan að þróast í kringu það. Já, það getur vel verið að Flokkur fólksins til í að fara í þennan leiðangur. Við höfum náttúrulega fordæmi fyrir okkur með ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar og það sem gerðist þar er eins og Þorsteinn Pálsson benti reyndar á í sínum greinum, hann talar öðruvísi í dag, en þetta voru mjög góð rök sem hann færi á sínum tíma þegar umsóknarferlið var í gangi þá, er það að ferlið gerir ráð fyrir því að það er teknir fyrir ákveðni kaflar í viðræðunum og það þarf samþykki ríkisstjórn bæði fyrir að opna kaflana og loka þeim. Það sem gerðist til dæmis í tíð þeirra ríkisstjórnar er það var ákveðnir ráðherrar sem voru alltaf að samþykja lokun með ákveðnum fyrirvörum. Þannig að þeir voru allir tilbúin að samþykja þetta algjörlega því að þeir voru bara hreinlega móti þessu, Jón Bjarnason, Ögmundur Jónasson til dæmis. Þú ert að lýsa þarna aðildarviðræðunum, förum að ofan í það, þá taka menn fyrir málaflokkana sem þarf að semja og menn taka fyrir hvern málaflokk og til loka málinu. Og þannig, þú opnar það getur, Evrópusambandsins getur ekki ákveðin opnunarskilyrði fyrir því að opna einstaka kafla, ferlin er skipt upp í 35 kafla núna, ýmsir málaflokkar og síðan þar að fer fram einhverjar samtal það
og síðan þessu loka og þá þarf semst ríkisstjórnin að leggja blessun sinni yfir lokum hvers kafla, það vissulega til bráðabirgða því að þetta er engu lokað endalega fyrir alla viðræðum lokið. En þá þurfa þessir ráðherrar sem eru þá kannski ekki hlindir í gangi Evrópusambandið að vera tilbúin að samþykja lokum kaflana bara skilyrðislaust. Og Evrópusambandið lýsti yfir til dæmis ítrekað í skýrslum sem voru unnar til dæmis af utanríkismannanefnd þingsambandsins yfir áhyggjum af því að ríkisstjórnin væri ekki samstíga í þessum efnum og það væri verið að setja alls konar fyrirvara og svo framvegis sem ekkert að hálfu Evrópusambandið hluta þessu ferli. Þannig að meira þess að Evrópusambandið sjálft taldi þetta greinilega skilyrði fyrir því að ákveðna forsendu fyrir því að fara í þetta ferli, það væri ríkisstjórn sem væri samstíga það að fara ekki bara Þorsteinn Pálsson heldur líka Evrópusambandið slíkt. Þannig að fara í þetta með þessum hætti, jú, það getur vel verið að Flokkur fólksins tilbúin að taka þátt í þessu og kannski gera það betur en Vinstri grænar sem sínum tíma. En það breytir því ekki að það er ákveðna forsendu sem ekki til staðar og þess vegna hef ég sagt menn er fyrst að fara í þingkosningar, leggja áherslu á máli sem var ekki gert fyrir síðustu kosningar. Ekki einu sinni Viðreisn var með þetta mál í kosningastefnu sinni. Við höfum alltaf talað það, bara að leggja það fyrir að vilja taka upp þjóðargreiðslu. Algjörlega, þegar við alltaf talað þetta er stefna flokksins, en þetta var í kosningastefnunni eitthvað sem við lögðum áherslu á síðustu kosningar, þetta var ekki þar. Og síðan og það var alltaf að frambjóðendur Viðreisnar ræddu þessi mál. Já, formaður Samfylkingarinnar talaði mjög skýrt það að þetta væri ekki áherslumál. Og við vitum alveg hvað stefna, hvernig Flokkur fólksins talaði fyrir kosningar. En síðan töluðu frambjóðendur og forystu með Viðreisnar valla þetta á þess að fyrra bræði. Það var helst að voru aðspurð og í smurspólum 20. nóvember síðastnæði satt Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar hjá þér og þú áttir í mestu vandræðum með að toga upp úr henni. Hún talaði sitt á hvað það hvort það er lögð áherslu á þetta og þetta gert sér skilir að við myndum ríkisstjórnar. Þannig að það myndbandi náttúrulega bara að skoða það á netinu. Þannig að þetta var alveg, það er ekki þannig að menn hafi lagt áherslu á þetta í kosningar, verið kosnir út á það, náð meirihluta á þingi á grundvelli þessa máls og síðan setta á dagskrá, heldur þvert á móti þá slóum henni úr og í eða sögðu þetta var ekki á dagskrá og strax niður kosningar sett dagskrá. Það breytir því ekki að þetta er veruleikinn sem þau framfyrir. Ríkisstjórnin hefur tekið þessu ákvörðun. Það stendur til að halda til þjóðargreiðslu og þá bara tökum við þann slag og það er engin bilbug á mér að finna í þeim efnum og ég hlakka bara til þeirra baráttu. Hvenær heldur að þessi atkvæðagreiðsla muni fara fram? Það talaði að þetta gerist í síðasta leið 2007 en svo heyrir maður á Þorgeiri og fleirum að fólk vil bara flýta þessu. Sko ég sé sjálfsögðu ekkert þeirri fyrirstöðu að flýta þessu. Ég bara meina samningsstaða Íslands er mjög góð í dag og það er bara mjög mikilvægt að nýta sér þá hvort sem það er í Evrópusamræðum eða bara hvers konar öðrum samningaviðræðum sem átt í að nýta þér þá góðu stöðu sem er fyrir fram að þig. Það er þess settur þessi 2027, í síðasta lagi 2027 og það er náttúrulega engin stoppur á því að hafa þetta fyrir það og ég væri persónulega mjög opinn fyrir því ef að það er gert en það er bara svolítið svona eins og sé framkvæmdar atriði og bara horfa til þess akkurat hvort að samningsstaða Íslands, hún skánið að batni þegar líður á. Segjum sér svo að það verði kosið á næsta ári, bara mitt á 2026. Síðan er þetta 35 kafla verkefni framundan og menn kalla til okkar vísustu samningamenn, Stefán Hauk Jóhannesson og þessar gömlu kempurallar. Hvað gerir þið ráð fyrir að viðræður á þessu tæki langan tíma? Nú get ég ekki svara fyrir það. Ég bara þetta tekur, við getum hort á mörg dæmi þar sem þetta tekið langa tíma, held að Tyrkland sé búin að vera frá 87, þetta er bara, þetta getur tekið Þannig að við verðum bara allir dánir þegar þetta klárast. Segi það nú ekki, en þetta getur tekið lengri tíma og getur tekið styrkt tíma. Ég þekki þau mál ekki nægilega vel. Ég get ekki svara fyrir það hversu lengi þessar viðræður taka, en hversu langa tíma þessar viðræður taka, en það bara þarf að skýrast, en eins og ég segi, það er næsta skref. Það er það sem þarf að horfa á eftir að þessar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður gengur fram. Þetta er annað út í sandinn með eftirmiðlum hætti hér á árinu 2009-13. Hvernig myndir þú meta stöðuna Hjörtur? Þú horfir kannski á einhvers konar sambærileg ríki eða sambærilega stöðu á síðustu árum. Þetta hefur yfirleitt alltaf tekið ófá ár. Það er náttúrulega, við erum þeirri stöðu, við erum náttúrulega aðilar EES. Þannig að það var fyrir vikið svona einfaldara að gera þetta þegar við vorum í þessu sinni tíma. Það hefur ákveðin aðlögun alltaf átt sér stað í gegnum EES, en það var EES handað upprunalega hálfu Evrópusambandsins sem undirbúningur fyrir inngöngu í Evrópusambandið
og það er að lesa það bara í gögnum hjá Evrópusambandinu sjálfu. Við kusum að líta á þetta sem viðskiptasamning fyrst og fremst, en fyrir Evrópusambandinu var þetta undirbúningur fyrir inngöngu, og þannig hefur það virkað, þannig að í þeim málaflokkum sem falla undir EES þá hefur við þegar í rauninni framkvæmt ákveðna aðlögun, þannig að það þeir kaflar sem kannski einhver þriðjungur allan sem falla algjörlega undir EES, að það tiltölulega fljótgert, en það voru líka þeir kaflar sem voru nánast eingöngu teknir fyrir síðast, þannig að við vorum eiginlega búin að endursemja bara með EES, en samt á hátt því að það undanþágur sem við höfum eða sérlausnir sem mennuðu samið í tengslu við EES, að þær héldu sér ekki nema að hluta eða í rauninni ekkert af undanþágum til dæmis, þannig að menn fóru ekki viðkvæmustu kaflanum, menn treystu sér menn fóru ekki í það og Steingrímur Björn Sigfússon var alltaf að ýta á það að hann einhvern veginn virðist að síða fyrir sér að þetta yrði tekið fyrir mjög snemma, þannig að það væri kannski bara hægt að loka málunum bara á þeim forsendum að þetta væri ekkert standard í þessu. En svo kom nú þessi skýrsla daginn sem var birt eða sem var lekið í ríkisútvarpi sem hann skrifaði þarna ágætur sendiherra fyrir þegar Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra, og þá segir hann þar að það virtist vera að taktíkin væri svo að bíða með stóru málin hann getur lokin til að skapa ákveðin svona skriðþunga þar að þeir eru búin að fara í gegnum alla hina kaflana, öll þessi vinna búið að fara í gegnum hana, að þá sem sagt þegar við opnaðir hina kaflanir að þá meiri líkur á menn kláruðu það, jafnvel þau líka ekki það sem kæmi bara því að menn verða að klára menn eru bara komnir svo langt að klára þetta. Og þetta hefur líka ágætu vinur minn Daniel Hannan sem núna situr nú í lágvaradeild breska þingsins, að hann hefur sagt að þetta sé bara taktík sem Evrópusambandið noti, þetta hefur verið gert til þess þegar Svíar gengi Evrópusambandið, þá hefur snösið verið tekið alveg fyrir bara í lokin og kynnt sem ægilega undanþágu sem kom svo í ljós að var ekki undanþágu, heldur sérlausn, það að segja að þetta ekki undanþegið valdi Evrópusambandsins, heldur bara svona fyrirkomulag sem Það er að neftóbakið? Neftóbakið sem menn geta framleitt í Svíþjóðin en með ekki flytja út og svo verið svona að vera að þrengja að því með því að það átti nú að setja löggjöf árið og hefur rætt það að banna bragðefni í slíku tóbaki og þá var náttúrulega forsendur fyrir að framleiða þetta bara hornar, en Svíar hafa nú reynt að standa vörð það og en þetta eitthvað ákveðin taktík og hann sagði bara sjávarútvegsmálin verður bara tekin fyrir í lokin. Þetta verður kynnt sem einhver brjálu lausn til þess að reyna lágmarka umræðu, þannig að menn fatt ekki í rauninni átti sig ekki á því fyrir og seint að þetta ekki svo lausn sem að haldið hefur fram. Ég meina þær samningsviðræður og tæknir sem að fara þarna fram bara flóknar, þetta mikið málefni sem þarf að ræða þarna og hvort sem að sjávarútvegsmálin séu tekin fyrir fyrst eða síðast, þetta náttúrulega bara framkvæmdaratriði sem að þarf að koma að í það kemur að samningsviðræðum En förum aðeins, nú erum við búin að tala formið og aðdragandana þessu og hvernig þetta gert. Hvað það sem að þér finnst standa upp úr varðandi mikilvægi þess að gangi í Evrópusambandið? Af hverju ætti Ísland í þeirri stöðu sem að ríkið í dag að stíga þetta skref og að miklu leyti eða einhverju leyti, jafnvel öllu leyti framselja vald til fjölþjóðlegra stofnana og erlendra aðila? Það sem ég hef alltaf hort á, og það var svona eitt dæmi sem að ég heyrði fyrir nokkru, og þá var reglugerð sem var verið að smíða sem átti að snúa að því að hækka einhver gjöld á flugferðir og lækka gjöld á lestarferðir. Við getum rætt það hvort að það sé rétt á sér eða ekki, en það er svona sem skiptir svona ekki máli í þessu. Þetta átti að innlega til þess að nýta flugferðir innan lestarkerfið innan Evrópu frekar. Malta draga úr flugumferð. Já, þú veist, þeir hægt að ræða hvort að það sé rétt á sér eða ekki. En Malta, þarna, sem lítið eyríki í Miðjarðarhafinu, sem bara svipuð stærð á Íslandi, bara setur hnefann í borðið frekar hratt og segir bara, heyrðu, við erum ekki með neinalestir hjá okkur, við reyðum okkur aðalega á túrista og við höfum bara reyðum algjörlega á flugferðir. Ef að við erum að fara að hækka gjöldin á okkur á flugferðum, þá þið bara að fara að stúta okkur. Og þá, náttúrulega, bara tekið, það tekið til greina og það bara skrifuð varanleg undanþága fyrir Möltu. Síðan heldur þetta áfram fyrir gegnum allar nefndir og endar svo á borði hjá okkur sem EES-reglugerð sem við þurfum að innleiða. Þá sjáum við þetta mörgum árum síðar og segjum, heyrðu, wow, við erum líka lítið eyríki sem svipað mannfjölda og Malta og við reyðum okkur rosalega mikið á túrisma og erum ekki með neina lestir. Akkur erum við ekki inni líka? Og þá skrifuð undanþága fyrir Ísland, en þó tímabundin.
þarna seldi svona kristallast munurinn á því að við erum ekki með rödd þarna inni. Við fáum ekki að tjá okkur þegar verið að smíða þessar reglugerðir sem við þurfum svo að enda með að innleiða. Mér finnst þetta að vera svona spurningi þegar talað að fá að vera við borðið. Það er þetta sem þetta snýst Þú veist, margir tala að Ísland sé svo lítið og mun ekki hafa neinn áhrif. Malta hafði áhrif þarna. Malta gat varið sína hagsmuni þarna. En af hverju fengum við bara tímabundna undanþágu? Það er bara, ég get ekki svara fyrir það. Við fengum bara hreinlega tímabundna undanþágu þarna og ég held að hafa verið til 2 eða 4 ára manni. Það er ekki bara til maður sem lélega samningatækni það ástæðan fyrir því. Við vorum bara ekki við borðið þegar við vorum að gera. Við hefðum alveg geta sammælt og farið í línu með Möltu þegar það var verið að gera þessar reglugerð. En það lendi þannig að við bara duttum út af því við vorum ekki í samtalinu upphaflega. Þetta er svona það sem þetta snýst fyrir mig. Bara við erum svo mikið að innleiða og taka þátt í þessu samstarfi en við höfum ekki neitt að segja það. Við getum ekki tjáð okkur. Við þurfum bara að fylgja þessu eftir og innleiða. Og þess vegna finnst mér allavega persónulega ótrúlega mikilvægt að geta tekið þátt í þessari umræðu sem að myndast innan Evrópu af því við þurfum hvort að innleiða fremur mikið af þessu. Vega mikil rök? Ég verð að segja það, ég kannast ekki við, ég veit ekki til þess að Malta hafi fengið varanlega undanþágu í þessum efnum, heldur þvert á móti var í fréttaflutningi þetta að Malta væri nákvæmlega sama staðu við, það fengið þetta tímamunda undanþágu sem var talað þegar hún heimsótti okkur, Úrsula vinkona okkar von der Leyen þegar Katrín var forsætisráðherra og það var rætt þetta að þá voru Maltverjar í nákvæmlega svona stöðu og það er einmitt á það leiti sem að ágætur þingmaður Möltu á Evrópusambandsþinginu fyrir sósíalista lýsti því yfir í viðtali við Times of Malta að einmitt að því þetta mál er í gangi og þeir voru að berjast fyrir því einmitt að fá þetta er ekki fyrir mörgum árum, það er sama tíma við vorum í þessu og þeir voru nákvæmlega sama bát og við fengum einmitt að vorum bara með þeim í því þessu tímabundnu undanþágu og þá var hann að segja að það var eins og framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem hefur löggjafarvaldið, þeir hafa einkarétt á því að leggja fram lagafrumvörp, það er svona svolítið eins og ríkisstjórnin hefur einkarétt á því hér, að þeir virtust ekki hafa nokkurn skilning á aðstæðum eyríkja á jaðri í Evrópu og þeir miðað við mörg af þeim lagafrumvörpum sem þeir hefur lagt fram. Þannig að hafa rödd til borðið, ég meina, menn hafa enga tryggingu fyrir því að það sé hlustað á hana og meira svo margfalt fjölmennar ríki hafa lent í því að þeirra mikilvæga hagsmuni hafa borðið fyrir borð innan Evrópusambandsins. Við getum tekið sem dæmi þegar Danir fyrir nokkrum árum síðan neyddust til þess að taka þátt í refsiaðgerðum Evrópusambandsins gegn Færeyjum sem er hluti af danska konungdæminu. Þeir börðust gegn því í ráðherraráðinu, þeir hafa margfalt vægi á það sem við hefðum, að því þarna er miðað við íbúafjölda í ráðinu eins og þetta hefur þróast. Og þeir eruðu undir. Þeir eruðu að loka höfnum sínu fyrir færeyskum skipum, neita að selja þeim kost og veiðarfæri og svo framvegis meðan þessar refsiaðgerðir voru í gangi. Við viljum líka tekið sem dæmi af Írónum sem að eru eina stærstu makrílveiði þjóðum Evrópusambandsins og eiga mjög mikið undir þegar kemur á makríl. Og þegar sami var Færeyinga árið makrílsamninga þá barðist sjávarútvegsráðherra þeirra gegn því í ráðherraráðinu en varð undir. Og þurftu að sætta sig við þetta, sagði að þessi samningu færi gegn hagsmunum Íra. Þetta væri verið að verðlauna Færeyinga þarna á þess að óverðskuldað og svo var rætt við í írskum fjölmiðlum við til dæmis formann samtaka sjómanna í stærsta útgerðarbæ Írlands, Killinbeck held ég þetta, að þar sagðan bara að við erum bara lítill fiskur í þessari tjörn, það eru stóru aðlendisar á ferðinni. Þeir vildi ekki standa í þessu lengur og þar að leiðandi þá bara áttu aldrei möguleika. Þannig að þú veist, þetta snýst ekki að hafa sæti á borðið, þú getur alveg setja upp borðið og komið þínu sjónum á framfæri, en að það sé hlusta á það, sérstaklega þegar það er ekki einu sinni neitunarvald heyrir í dag til algjörra undtekninga og er á undanhaldi jafnvel ennþá, eins og Gífur Hofstad hefur talað um. Já, ætlum að koma inn á það eftir. Eru þessar undanþágur Maltverjana, eru þær tímabundnar eða ótímabundnar? Þær eru ótímabundnar, af því ég er í best skil, ég náttúrulega bara, þú veist, en þær eru ótímabundnar. Já.
Þú ert algjörlega ósammála. Við þurfum að fá botn í þetta. Já, við botn í þetta. Já, við leysum þetta hér út á bílastæði eftir. En þessi sjónarmið, eins og það sem að Danir eru þvingaðir til þess að fara gegn bara síðustu þjóðsynni, þetta ekki heilbrigt samband, þetta ekki ofbeldi samband? Ég myndi nú ekki ganga svo langt, en ég myndi hins vegar, þú veist, að það að hafa það í huga að þegar þú gengur inn í svona samstarf, hvort sem það Evrópusambandið eða NATO eða hvað annað, þá ertu, þú veist, að sjálfsögðu að svona, nýta þitt fullveldi svo mikið til þess að taka þátt í þessu svona, á alþjóða vettvangi. Og mér finnst það ótrúlega góður hlutur og eins og Gífur Horstað talaði þarna í ræðu sinni að það sé mikilvægt að geta nýtt fullveldi sig til þess að eiga samræður við aðra þjóðir á alþjóða vettvangi. En það ekki, þú veist, og þarna ekki munur á samtali komin í þú veist, við erum með eitthvað 6 atkvæði þarna, jú, það er bara af 700 það bil ef við myndum ganga þarna inn á þinginu sig, já, og þú veist, en það telur þó, þú veist, það hefur áhrif og það eru, þú veist, bara innvinklar Evrópusambandsins alltaf þannig að það eitthvað svona okkur blokkir sem hreyfa sig saman, en þetta alltaf, þú veist, ongoing samræða sem við eigum ekki, sem við getum ekki þátt í. 6 atkvæði af 700 ekki neinn áhrif. Nei, en það það eru samt sem áður þó atkvæði og það að geta haft áhrif þrátt fyrir óháð í hversu mikil þau eru. Þú veist, ég tek þátt í kosningu þrátt fyrir að mitt atkvæði hér á Alþingi, hvort að þótt fyrir að mitt atkvæði hafa ekki úrskurðar áhrif, sko. Það er það sem það snýst að eiga rödd. Ég geng á kjörstað þegar ég vil fá að tjá mig ákveðin mál. Ísland fær ekki þann rétt. En það er ekki hópi fólk sem að taka ákvörðunum eigin innri málefni. Við munum lendi því ef við göngum í Evrópusambandið að þessir ríflega 600 eða tæplega 700 þingmenn sem ekki Íslendingar munum ráða mest það hvaða ákvarðanir eru innleiddar hér í landinu. Já, og þú veist, og það sama hér, þú veist, það er fullt af, þú veist, ef við berum þetta saman við Íslenska þingið, þú veist, það er bara ég kýs Viðreisn, en það er samt alveg stór hluti sem ekki samanlega verið í þeim efnum. Já, þingmenn Viðreisnar eru Íslendingar, en þetta verða Spánverjar og Króatar og Ungverjar og Pólverjar. Þetta er mínum að partur að taka þátt í hvort það er, þú veist, samfélag innanlands eða alþjóðasamstarfi. Það er allan hvernig ég sé það, að það sé mikilvægt að ítreka það að eiga rödd við þetta borð, að geta fengið að tjá sig, sem bara svona staðan núna, við höfum bara ekki. Og ég er ekki á því að, þú veist, við verum bara tröðku niður. Það er bara, þú veist, það er bara mikilvægt að taka þetta skref til þess að byrja að geta átt saman. Þegar staðan núna, þá þurfum við bara innleiða fullt af hlutum sem við höfum bara ekkert að segja. Ein spurning, svona tæknileg, ég mikið velt þessu fyrir mér út frá valda jafnvægi innan sambandsins. Ef að það væri verulega hagsmuni að ræða, segjum bara varðandi orkuöflun eða aðgengi að matvælum, matvælaframleiðslu og hagsmunir Íslands væru á öndverðum eða brytu í bága við hagsmuni til dæmis Frakka eða Þjóðverja. Eru einhverjar líkur á því að hagsmunir Íslands í þröngri erfiðri stöðu, jafnvel á stríðstímum, eru teknir fram fyrir hagsmuni þessara þjóða sem að telja nærri 100 milljónir? Ég get ekki farið að tjá mig eitthvað svona hypothetical mál sem mögulega getur gerst, sko. Nei, ég spyr bara, heldur það séu líkur á því að menn myndu segja, við munum taka hagsmuni 400.000 eyjarskeggja norður í Ballarhafi fram yfir hagsmuni frönsku þjóðarinnar? Lítið að segja, þú veist, ég get ekki tjá mig eitthvað svona hypothetical mögulega mál sem getur mögulega átt sér stað einhver tíman. En bara eins og staðan núna, og það er bara það sem við þurfum að horfa á núna, er að við getum ekki tjáð okkur þetta. Og það er það sem skiptir svo miklu máli í þeim efnum, að eiga þó rödd, því að, þú veist, eins og þetta hypothetical dæmi, eins og staðan núna, höfum við bara ekkert það að segja. En við gætum mögulega átt sens á því ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Er þetta ekki alveg rétt metið, Hjörtur, að við höfum dálítið keypt köttinn í sekknum með EES-samninginn og við höfum verið að framselja vald sem að við höfum síðan lítið sem ekkert að segja? Sko, fyrir að fyrsta það er ágætt að hafa það í huga að við erum eins og komum inn á að 6 þingmenn af 700, rúmlega 700, það er ávið, ef við berum saman við Alþingi, þá erum við að tala hálfan þingmann á Alþingi. Og vissulega hefði hálfur þingmaður getið mætt eftir hádegi á Alþingi og tjáð sig eitthvað og í helmingum og atkvæðagreiðslum eitthvað svoleiðis. Það er langt síðan að við höfum bara hálfan þingmann á. Já, ég held að það hefði aldrei kannski gerst, en deildum kannski einhvern þingmanni með einhverjum öðrum. Vissulega hefði hann gett eitthvað sagt inn á Alþingi, en hann hefði engin áhrif. Það er alveg ljóst. Ég meina, þetta er enn verra í ráðherraráðinu. Þar er algjörlega tekið mið af íbúafjölda
í langflestum tilfellum. Það í langflestum tilfellum gildir ákveðin regla sem felur í sér 55% af ríkjónum sem í rauninni helmingur ríkjanna plus 1 og 65% alls íbúafjölda Evrópusambandsins. Þar væri vægi Íslands 0,08%. Og það eins og að eiga sko 5% hlut í þingmanni og alþingi. Röddu borðið, vissilega. 5% í einum þingmanni? 5% í einum þingmanni. Það algjörlega með á íbúafjölda þar. Í þinginu ákveðið gólf, það ákveðið lágmark, ennþá, það var þannig í ráðherraráðinu. Það hugsanlega tímaspursmál hvenær þetta verður líka í þinginu þannig að við höfum bara að hafa 5% í þingmanni með alþingi. Nú, ekki fara svo langt, en alltaf leið. Þetta er bara einfaldur útreikningur. Við getum ekki farið að ræða eitthvað svona sem að geti mögulega farið og breytast einhvern tímann, skilur við. Nei, þess að segja, sko, það gæti gerst, en það breytir ekki máli í að staðan nógu slæmi, sko, bara hálfan þingmann finnst mér. En enga síður, þá þessi rök sem koma hérna fram og alveg ágætis rök þannig séð, miklu fyrir eitthvað rök fyrir vikið fyrir því að endurskoða aðildina EES. Og ég hef alveg talað fyrir því, enda tökum við dæmi bara með Breta. Við sömdum fríverslunarsamning, víðtækan fríverslun við Breta, þeir fóru út úr Evrópusambandinu, þeir vildi ekki vera áfram aðilar EES og Evrópusambandið reyndi mikið að fóðu til þess. Þeir vildi ekki semja hliðstæðan samning og EES við Evrópusambandið og þeir fóru út. Við þurftum þá að gera eitthvað í því, þeir ætlaði ekki að vera lengur aðilar EES, þannig að við í rauninni skiptum út EES-samningnum fyrir víðtækan fríverslunarsamning og það fór nákvæmlega ekkert á hliðina. Og meira þess að gekk þetta það vel að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur lýst í yfir ítrekað núna síðast í vor í ræðu á Alþingi þar sem fjallum utanríkis og alþjóðamál að tala góða samninga við Bretland. Og á sínum tíma þegar þetta samningur lá fyrir þá sagði hún að það hefði tekið að semja nákvæmlega það sama á EES. Munurinn hins vegar sá að þarna viðskiptahagsmunir og tryggðir en við erum ekki að taka upp einhliða löggjöf frá Bretum eða framselja valdtilhögun eins og í gennum EES. Þannig ég segi, við höfum bara skiptað EES-samningum út fyrir víðtækan fríverslunarsamning eins og fólk ríki að semja í dag, þar á með Evrópusambandið, en voru ekki til þegar EES-samningum gerðu. Hann í rauninni barn síns tíma og eins og við erum að tala við erum að taka upp löggjöf vissulega sem við höfum kannski ekkit svakalega mikið að segja, þó er deilt það sem ég segja við höfum getum komið sjónum okkar framfæri í gegnum embættismenn á þegar þetta í vinslu hjá sambandinu, en enga síður. Það ekkit mikil breyting á þessu þó við gengum verðstöðin, nema við fengjum allt regluverki yfir okkur. Á móti væru við með þetta 0,08% eða hálfan þingin alþingi, þannig að það væri ekkert mikil munur. En nú er þetta regluverk fyrir frekar að fara út úr EES. Nú er þetta regluverk og þetta mjög íþyngjandi, maður sér bara ef þetta prentað út að þetta fleiri hillumetrar reglum og það verið að setja reglur ég ætla að mér að blóta allan andskotan. Það ekki orðið hægt að drekka úr mjólkurferðinu eða öðru vegna þess að það einhverju kommissarar í Evrópusambandinu að stýra því hvernig við höfum okkar lífi. Er þetta svona spennandi framtíðarsýn að fara inn í þetta bák þar sem að helstu sérfræðingar hafa sagt að Evrópusambandið sé í raun og veru að ganga sér dauðu með reglusetningu og reglugerða fargan? Sko, byrjum á því að ég held að von der Leyen hafi nú þegar talað um það að það þurfa að vinna að þessu. Þannig að þetta var klálega vandamál sem verið að adressa innan Evrópusambandsins. En ég vil líka benda á það, ég meina við erum alveg fullfær innanlands nú þegar að innleiða flóknar reglugerðir, setja flóknar, já nákvæmlega, við þurfum ekki það aðstoð Evrópusambandsins við að setja flóknar hluti. Það ekki ábætandi. Nei, þú veist, þannig að síðan líka bara þegar við erum að tala kannski, þú veist, eins og gullhúðunum vandamáli sem að klálega koma upp. Það innleitt, þú veist, það innanríkis vandamál, sko. Það ekki vandamál sem kemur frá Evrópusambandinu sjálfu. Við erum fullfær að setja flóknar reglur okkar eigin hagsmuni sjálf, sko, og við erum líka, þetta vandamál sem hefur komið svolítið svona upp, sem hefur verið mikið í umræðunni undanfarið, þetta gullhúðunarvandamál, sem sjálfskapað issue, sko. En gullhúðunin bara, með þær rannsóknir sem hafa verið gerðar, í rauninni ekki aðalvandamálið. Til dæmis til skemmtilega nefnd sem ég svolítið hrifin nafnin á henni sem ráðgjafi nefnd opinberra eftirlitsreglur. Það minnir svolítið á ráðherra, svolítið í þeim anda að þar var sem sagt farið yfir út í þessari nefnd sátu sem sagt fulltrúar viðskiptaráðs, samtaka atvinnulífsins, ASÍ, stjórnvalda og svo framvegis. Og það var farið yfir 3 löggjafarþing á Alþingi 2013-2016 og pikkað út þetta regluverk sem hefði íþyngjandi áhrif fyrir atvinnulífið. Og niðurstaðan af því var svo að í langflestum tilfellum þegar var að ræða íþyngjandi regluverk í Evrópusambandinu, þá var það fyrir atvinnulífið, voru það löggjöf sem kom frá Evrópusambandinu.
og í þriðjungi tilfella var þetta gullhúða, þannig að það er minni hluti tilfella. Þannig að í rauninni miðað þetta, sem er eina úttektin sem hefur verið gerð á þessu, þá var í rauninni, er gullhúðurinn fyrst og fremst að gera illt verra. Vandinn náttúrulega þegar við tökum upp þetta regluverk í gegnum EES-samninginn, þá getum við ekki hróflað við því eftir það, því að þetta er ekki okkar löggjöf. Þannig að einungis Evrópusambandið getur breytt því. En við getum gert eitthvað í þessu gullhúðun, en við getum líka gert eitthvað í hinu, til dæmis með því að þá endurskoða EES-samninginn, þar að segja skiptum út fyrir vítryggan fríverslunarsamning, nútímalegan fríverslunarsamning, eins og ég kalla það, að þetta er það sem menn er að gera í dag. Og þá þyrftum við ekkert að hafa pæla í þessu eða velta fyrir okkur hvort við þyrftum að hafa eitthvað sæti við borðið eitthvað svoleiðis, því að við værum ekki að fá þessu regluverk í hausinn. Eitt er að horfa á Evrópusambandið eins og það lítur út núna. Annað að velta fyrir hvernig Evrópusambandið mun þróast á vísarverðum tímum. Þið fenguð til ykkar á þingið til ykkar fyrir forsætisráðherra Hollands, Guy Verhofstadt. Hann talar með mjög afgerandi hætti. Hann er í hópi þeirra manna sem að vilja búa til sambandsríki Evrópu. Talar reyndar, eða notar hugtakið empire, heimsveldi. Og það eru menn sem að tala fyrir því að Evrópusambandið verði meira eins og Bandaríki Norður Ameríku með miðlægt stjórnkerfi, þar sem að valdið er framselt til aðila sem að sækja þá umboð sig til heildarfjölda innan ríkisins. Hvernig hugnast þér þetta? Þið tókuð mjög vel undir þessi sjónarmiðar á þinginu, svo ég. Ég myndi nú ekki segja þannig. En það er náttúrulega, þú veist, jú, hann hefur þessar skoðanir og hann, núverandi, forseti alþjóða Evrópuhreyfingarinnar og hann hefur bara mikið til málum að leggja. Og þetta hugafar þarna, þetta er ekki leiðandi hugafar innan Evrópusambandsins lengur. Þú veist, þetta var, einhverjum sáttmálum frá 1950, en þetta var langt í frá að vera eitthvað svona leiðandi, hafa þetta leiðaljósi að stefna þessu, sko. Ég hef engar áhyggjur af því að þetta sé eitthvað loka markmið Evrópusambandsins að samin okkur undir einum bláum fána, sko. Það byrjuð þú segir 1950, það er ekkert mjög langt síðan að Evrópusambandið reyndi að setja sér stjórnarskrá. Já, ég meina, og þú veist, og eins og segi, en þetta er ekki svona viðlóðandi viðþorf eða stefnulegandi viðþorf innan Evrópusambandsins. Það er fullt af fólki sem vil taka upp alls konar hluti eða með ákveðna skoðanir á ákveðnum málum sem ég er ekkert sammála. En þú veist, þarna, þetta er ekki eitthvað sem ég hef áhyggjur af eða líklegast að leiði til, sko. Þannig að viðreisn eða uppreisn öllu heldur er ekki sammála þeim sjónarmiðum sem Verhofstadt bara borð þarna? Nei. Þeim sjónarmiðum þar að segja sameinað svona sambandsríki Evrópusambandsins þar að segja. Já, eins og komið hérna inn á að þá hefur þetta verið, þetta er í rauninni bara það sjónarmið sem var lagt grundvöll að það er Evrópusambandið að forverið þess var settur á laggirnar í Schuman-yfirlýsingu 1950 þá lýsti Robert Schuman, þá verið utanríkisráðherra Frakklands því yfir að fyrsta skrifið væri að koma stál- og kólaframleiðslu aðalega Þýskalands og Frakklands einn hatt yfir þjóðlegt vald en loka markmiðið væri Federation of Europe, sambandsríki. Jean Monnet, sem er nú öðrum fremur kallaði faðir Evrópusambandsins eða Evrópusamrunans, hann lagði mikla áherslu á þetta í endurminningu sínu sem kom út á ensku 1979 og það tala bara þetta hafi verið grundvallar ástæðan fyrir því að það farið út í þetta, að það yrði til bara það sem hann kallaði United States of Europe. Og það hefur verið leitun af forystumönnum Evrópusambandsins sem hafa ekki verið þessar skoðunar. Helmut Kohl á þessar skoðunar, Gerhard Schröder, Merkel talaði Political Union sem er annað orðið yfir ríki. Ursula von der Leyen hefur verið yfirlýstur stuðningsmaður þess að það yrði til sambandsríki Evrópu. Hún þurfti reynda að tóna þess niður þegar hún var kjörin af því hún þurfti á atkvæðum og fékk það lítinn stuðning í þinginu sambandinu. Hún þurfti að atkvæðum euroskeptikar að halda til þess að ná kjöri þannig að hún tónaði þetta aðeins niður frá því sem það er sagt áður en það er til dæmis allir forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá því minnst 1980 hafa verið yfirlýst stuðning með þessa markmiðs og síðan hefur Evrópusambandið smá saman fengið fleiri og fleiri einkenni ríkis og ég nam til dæmis stjórnmálafræði í háskólanum tók mér gráði í alþjóðasamskiptum og þar er bara í þeim fræðum er bara viðurkennt og ríkjandi skoðun að Evrópusambandið sé þegar að stóru leyti federalískt. Þessar yfirþjóðlegu stofnanir eru allar í federalískari eðli sínu og síðan eins og ég segist, tekinn dæmi síðasta ríkisstjórn Þýskalands var með það bara í stefnuskrá sinni að það sem að tala áframhaldið þróun Evrópusambandsins í átt að sambandsríki og þarna er þetta líkilegt áframhaldandi.
Því þetta ekki eitthvað sem þetta þróun sem hefur í gangi og enn í gangi. Og þú hafnar þessu? Ég bara á því að þetta sé ekki á leiðinni þangað sko. Mér finnst það harla ólíklegt sko. Þetta bara þegar komið þetta er bara einstaklega umdeilt og ég meina, ég á þess að geta að tala fyrir alla þjóðir Evrópu þá finnst mér mjög ólíklegt að þau muni vilja ganga svo langt að fara í þessi efni sko. En ég meina þetta allt speculation og þú telur þetta líklegra en ég sjálfur og ég bara langt í frá mér finnst þetta vera svona mér finnst þetta vera eitthvað svona hræðslu áróður einhvern veginn yfir því að ef við erum að fara í þetta að þá munum við endanum þurfa að gefa upp íslenska fánan eða gefa upp bara allt. Nei, ég meina sambands ríkin í Þýskalandi með sinni eigin fána en við erum þá ógera því. En ég meina eins og Guy Verhofstadt sagði til þessi ræðu sinni á landsýningi þá ykkur að hann talaði framkvæmdastjórn og sagði svo bara þetta í rauninni ríkisstjórn Evrópusambandsins. Þetta framkvæmdavaldið, hún hegðar sér eins og ríkisstjórn. Þeir eru með þing, þeir eru með dómstól, þeir eru með vegabréf, þeir eru með ökuskírteini, þeir eru með sameiginleg ytri landamæri, þeir eru með utanríkisþjónustu. Þú veist, hvaða fleiri einkenni þarf? Það eru fyrst og fremst tvennt sem vantar. Þeir eru ekki komnir með ríkissjóð, en það hefur nú verið unnið að því að reyna að koma svona einhverju sameiginlegu skuldabatteri á eins og til dæmis þegar Bandaríkin eru það sambandsríki að þá var það með Alexander Hamilton og það allt að þá var það eiginlega það sem gerði útslagið að Bandaríkin eru það sambandsríki að það var þegar ákomið upp ríkissjóði og sameiginlegum skuldum og svo framvegis og þeir eru ekki með sameiginlega utanríkisstefnu ennþá þar að segja að þeir eru með sameiginlega utanríkis- og varnarmálastefnu en þar hafa ríkin ennþá neitin á allt. Þannig að það vantar ekkit rosalega mikið upp á að það séu öll bóksin, tikkað í öll bóksin, jafnvel þú kallir þetta eitthvað annað. Þannig að þetta í reynd langt komið og það vantar ekki mikið upp á. Þannig að ég vil ekki hvorki ganga í sambandsríki sem formlega skilgreint sem sambandsríki eða sem það í raun og mér finnst skipta meira um innihaldið frekar en umbúðirnar. Við erum konur hér vel yfir tíma, þetta afskaplega áhugaverð umræðu, við þurfum að halda henni gangandi, við geta farið hér til dæmis út í gjaldmiðlamálunum og fleira og við munum gera það hér á vettvangi spursmála, menn alveg ábyggilega leita í ykkar ágætarann tveggja til þess Hjörtur og Sverrir Páll, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn, ég vona að þið hafið haft gagn og gaman að þessari umræðu og öðru því sem kom fram hér í þætti dagsins. Ég hlakka til að vera með ykkur hér að viku liðinni og þar verður auðvitað margt góðan mann. Verið þið sæl.